Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ef þú ert nýr hlustandi þá langar mig að hvetja þig til þess að finna þátt númer 1. Já, ég veit við erum komin í 100 og eitthvað þætti en fyrsti þátturinn hann gefur þér svona smá mynd af hverju ég fór á stað með þetta skemmtilega verkefni sem hlaðvarpið er og svona hvað er í vændum. Og svo náttúrulega bara hvetja ég til þess að hlusta á eins marga þætti og þú getur af því að þetta eru allt upplýsingar sem að eiga við okkur öll þó að okkur lítist svona betur á suma en aðra þá hef ég heyrt frá svo mörgum að þeir hlustuðu á einhvern þátt sem að þeir voru ekkert vissum að mynda henda sér en fengu svo bara fullt af tólum og tækjum í hendurnar til þess að bæta eigin heilsu og það er náttúrulega markmiðið með þessu hlaðvarpi. En í dag kom til mín hann Valdimar Þór Svavarsson og við ræddum heilsu og meðvirkni eða í raun og veru hvaða áhrif meðvirkni getur haft á heilsu okkar og líf. En Valdimar heldur úti meðvirkni podcastinu ásamt konu sinni Berglindi og þar fara þau víðan völl og þar er ekkert dregið undan eins og þau segja, þar er ljósi varpað á skuggana. Og ekkert dregið undan í umfjöllun þær ótrúlega alvarlegu birtingamyndir og afleiðingar sem meðvirknin hefur í lífi okkar. En í spjalli okkar Valdimars þá fórum við víðan völl og við ræddum náttúrulega eins og ég sagði hvernig áhrif eða hvaða áhrif meðvirkni getur haft einfaldlega bara í lífin okkar og á heilsun okkar. En við fórum líka yfir hvernig hún getur þróast, hvernig hún getur birst í lífi okkar og við ræddum síðan heilsumissi eða heilsubrest Valdimars sem hann varð fyrir eftir að hann var bitinn af skógarmítli í Noregi og hann var í 2 ár að glíma við alls konar ótrúlega alvarleg einkenni áður en hann fékk greiningu á hvað var að og tók þó bara málin í eigin hendur og er búin að vera að vinna í sér síðan. En við ræðum líka ytra og innra virði, hver er munurinn þar á, hvatvísi, ADHD, við ræðum hugleiðslu og áhrif náttúrunnar, við ræðum áhrif meðvirkni á líkamlega og andlega heilsu og síðan hlutverk hreyfingar í þessu öllu sem er mjög áhugavert og meðvirkni módel Píu Melody sem hann talar mikið í sínum þáttum. Eins og þið heyrið þá er mjög spennandi og áhugaverður þáttur framundan og jafnvel bara vera ekkert vitlaust að hafa litla glósubók við hendina og svona skrifa niður það sem að kemur upp í hugan og það sem að þetta skilur eftir hjá okkur. En eins og ég hef svo oft sagt áður að þá er mikil vinna að gera svona hlaðvarp eins og þetta. Og þess vegna er ég svo ótrúlega þakklátt mínum diggu samstarfsaðilum sem að gera mér kleift að færa ykkur þætti á 2 vikna fresti núna og alla þessa 100 þætti sem eru komnir. En mínir samstarfsaðilar eru Spíran, Heilsuhillan og Virkja. Og mér langar að byrja á því að segja ykkur frá því að eftir viðtali við Valdimar þá frétti ég að hann kennir hluta í framhaldsnámi Virkja. Vá, hvað ég er spennt að fara í það námi daginn. En Virkja er eins og mörg ykkar vita markþjálfunarskóli þar sem að ég stunda nú grunnnám og ég hvet þig til þess að skoða þennan möguleika og bóka 20 mínútna persónulega námskynningu þér að kostnaðarlausu á virkja.is. Nei, þið vitið ekki hvað ég er fáránlega spennt af því að sumarsalat heilsuerlu er væntanlegt á matseðil Spírunar innan skamms. Það kemur í kringum sumardaginn 1. Þannig að þú ert að hlusta fyrir þann tíma og þú ert að bíða smá en þetta er litríkt og bragðgott salat sem gleður bæði augun og bragðlaukana og er stútfullt af góðri næringu. Það er kál, spínat, kjúklingur, egg, avokado, agúrka, paprika, granatepli, fetaost, ristaðar kjúklingabönir og dásamleg hindberja dressing. Þú bara verður að prófa. Þetta er bæði próteinríkt og klikkaslega gott.
Þú getur kíkt á Instagramið mitt, Heilsuerla, til þess að sjá mynd af þessu dásamlega salati. Og svo bara að skella sér á spíruna sem allra fyrst og prófa sjálf og endilega sendi mig hvað ykkur finnst. Ég hlakka svo til. Og svo það heilsuhillan. En heilsuvara mánaðarins hjá heilsuhillunni Probi Original. En það inniheldur að minnstakosti 10 milljarða lifandi gerla. En þetta eru mjólkursýrugerlar sem eru afar mikilvægir fyrir þarmaflóruna og til þess að viðhalda heilbrigðri flóru þá mikilvægt að tileinka sér auðvitað hollt og gott mataræði ásamt því að taka reglulega inn mjólkursýrugerla í formi bætiefna. En þessa dagana þá förum við oft svolítið út af sporinu. Þetta gerist oft í kringum hátíðar, páskar, jól og svona að við förum einhvern veginn að borða bara aðeins meira óhollt en við erum vön og þá mæli ég með að taka inn góðgerla. En það góða við Probi Original að þeir henta barnshafandi konum og konum með barn á brjósti. Þetta henta líka börnum frá 6 mánaða aldri. Og þá hægt að opna hilkin og bæta út í grautin eða maukið eða hvað sem við erum að gefa þeim að borða. Og svo mjög mikilvægt að taka svona gerla samlíða sýklalyfjum. Og láta þá líða 2 klukkustundir á milli inntöku sýklalyfja og Probi Original. Og að lokum þá langar mig að segja ykkur frá því að það gjafaleikur í gangi á Instagram að ef þið farið á fyrstu sporin þá hægt að vinna námskeið hjá Ungbarnasundi Erlu og glæsilegar vörur frá Bibs. En átt þú barn eða barnabarn á aldrinum 3 mánaða til 2,5 árs? Þá langar mig líka að benda á það að skráning á vornámskeið og sumarnámskeið hafin. En ég hef kennt Ungbarnasund í Suðurbæjarlaug í 19 ár bráðum og finna má allar upplýsingar á heimasíðunni minni ungbarnasunderdlu.is en þar smellið þið á umsókn og þá opnast skráningarsíða eða síða með öllum upplýsingum sem þið þurfið að vita. Og í þessum gjafaleik sem að segja ykkur frá hvet ég ykkur til að fara inn á fyrstu sporin á Instagram og dregir verður 22. apríl og það akkurat sama dag og næstu námskeið hefjast. Þannig að ef þið eru skráð á næsta námskeið þá bara getið þið notað gjafabréfið og vinnið, þá getið þið notað gjafabréfið á framhaldsnámskeið. En það verður 3 vikna sumarnámskeið í júlí og svo hefjast 6 vikna námskeiðin aftur í lok ágúst. En þá held ég bara að við skulum vinda okkur í þetta geggjaða spjall og ég segi bara gjörið svo vel. Hjá mér í dag hann Valdimar Þór Svavarsson sem heldur úti meðvirkni podcastinu ásamt Berglindi konu sinni. Og ég verði eiginlega að, ég var að segja við hann áðan, mér finnst ég bara næstu því þekkja hann að því ég er búin að vera hlusta á hlaðvarpið þeirra og þetta eitthvað sem ég finnst að allir ættu bara að hlusta á og ég alveg vissum að eftir þetta spjall muni vera enn vissari í þeirri sök. En hann sem sagt hingað komin í dag til þess að fræða ykkur og okkur meðvirkni og kannski svona hvaða áhrif hún getur haft á heilsun okkar. Þannig bara verður velkomin Valdimar. Já, þakka þér fyrir. Takk fyrir að bjóða mér í þennan góða þátt. Já, mín ánægjan. Það bara alltaf gaman að hittast og spjalla áhugaverða hluti. Það það nefnilega. En ég byrja alltaf að erfiðustu spurningunni. Já. Og það hver þú? Já, einmitt. Já, ég með mastersgráðu, nei, djók. Ég heiti bara Valdimar Þór Svavarsson og frá Selfossi, fæddur uppalinn þar, 4 barna faðir. Giftur, Berglindi Magnúsdóttur og já, það nú svona það sem ég í grunninn, ég mjög svona afkasta mikill, hef verið mjög virkur, með svona þessa klassísku ADHD greiningu, það hefur verið kostur og galli, ég hef líka farið of langt með það allt saman og unnið yfir mig og þekki kulnun mjög vel og það reyndar svona tengist líka einu af svona stóru viðfangsefnum míns lífs. Við eigum öll einhver verkefni í farteskinu og mín hafa verið meðal annars það að vera bitin að skóga mitt út í Noregi fyrir 13 árum síðan og það var svona, og hefur verið alveg síðan þá bara ákveðin lærdómur að fara í gegnum það verkefni en svona já, þetta svona
hver er ég? Ég er þessi strákur bara frá Selfossi, mjög hugmyndaríkur Já, og stundum allt og læt vaða og geri og segi hluti stundum á þess að hugsa og það kallast að vera ókvatvís en og aftur það er bara hver ég er en síðan hef ég líka svona satnað að mér ef við tölum svona síðan þetta sem við getum flokkað undir svona ytra virði þá hef ég setið í háskóla og mentað mig með master í stjórnun og stefnumótun heitir það sem er á viðskiptafræðibraut og grunn hins vegar nám í félagsráðgjöf sem ég þykir mjög væntum og svo höfum við sérmentað okkur ég og Berglind kona mín í því sem heitir áfalla og meðvirknifræði PMLOD og gerðum það fyrir margt löngu síðan og höfum svona unnið talsveit út frá þeim fræðum síðustu árin og nú svo er svona eitt og annað bara í rassasanum, það er seinsprófir á verkjun og markþjálfun og alls konar dót svona, þú veist, það er eins og ég segi nú stundum að ef ég hef nú ekki oft sótt störf, mikið unnið sjálfur bara, en þegar ég hef gert það og sett saman eitthvað svona ferilskrá þá hef ég yfirleitt þurft að taka talsveit út af því að þetta lítur bara mjög illa út svona eins og þarna sé ykkur sko mjög tíndur maður á ferð, sem hoppar einu í annað en það er nú samt bara, þannig er ég hef gaman af nýjum áskorunum ég get ekki sagt ég hafi mikla þolinmæði fyrir einhvern smáatriðum og frágangi þannig að það er bara gott að þekkja sjálfa sig aðeins hvað þessa hluti varðar og ég gat verið oft svona aðeins með eitthvað eins og ég væri ekki alveg nógu, þú veist að þetta væri galli einhvern veginn í kringum með fólk sem að ég hef alist upp með hefur verið kannski sömu störfunum alveg bara frá blautu barsbeini og bara alla ævi og alla tíð og þá er eðlilegt að maður velti fyrir sig býta akkur ég svona 30 ára gaur, þú veist, ég fer í eitthvað og 3 ári svona yfirleitt hámarkið einhvern veginn og þá er ég orðin leiður og sérstaklega að það gengur vel og er allt svona komið í eitthvað gott jafnvægi sko, þá þegar maður ætti kannski að vera að njóta uppskerunar, þá er ég yfirleitt farin en góður ég að byggja upp Já, ég er það. Mér finnst rosa, ég sé mig stundum svona fyrir mér eins og sko, ef þú ert með hund og þú kastar bolta eitthvað og hann á að sækja hann. Þú segðu mig bara hvað þú vilt og ég einhvern veginn riðst áfram og leysi það sem þarf á leiðin og læta gerast. En svo þarf að kasta boltanum aftur. Það er einhvern veginn þannig. Þannig að það hefur svona, einkennt mig kannski í gegnum tíðina, svona vaða svolítið áfram og riðja upp alls konar hugmyndum, kom í framkvæmd. Eins og hlaðvarpinu, einmitt. Og það er ein af þessum fjölmörgu hugmyndu sem að svona hljómaði bara eins og frábær hugmynd og ég gerði mér enga grein fyrir hvað því fylgdi að fara af stað með hlaðvarp. Meiri vinna maður heldur. Já, almáttugur og svona fyrsta hugmyndin var nú bara að dúlla í þessu eitthvað, maður hefur eins og segir lært fjölmargt í gegnum tíðina og líka bara af eigin reynslu farið í gegnum mikla sjálfskoðun og vinnu í gegnum alls konar verkefni og svona við getum sagt að skoða sína eigin bresti og svona veiku hliðar og sumar mega bara alveg vera það en aðrar er kannski eitthvað sem hægt er að laga og maður vill svona slípa til og það hefur safnast bara svo svakalega mikið af hlutum einhvern veginn í gegnum þessa vinnu alla og ég hef svona haft þörf fyrir að koma þessu frá mér, miðla og hef verið af því í gegnum bara fyrirlestra og námskeið og við kennum til dæmis eitt faginn í Háskóla Íslands og svona eitt og annað og svo hefur maður verið bara í meðferðavinnu, bara með fólk í viðtölum og annað þess að þar en ég svona, mér er oft liðið eins og ég sé samt í spennitreyju það svona þurfi aðeins að koma þessu víðar út og ég var svona búin að vera hugleið að skrifa bók eða bækur og er svo sem að því og síðan tók ég upp svolítið af sko netnámskeiðum í samstarfi við Akademías og þau eru til og fólk getur hort á þau en það var samt svona eins og ég þyrfti einhvern veginn meira og einhver nefndi þessa hugmyndu við mig ekkert bara einhver góða vinur minn nefndi það hvort ég færi ekki bara í podcast og ég hafði bara aldrei hugleitt það og hafði ekkert verið að hlusta á podcast
og geri ekki mikið af því, ég bara játa það, svolítið að flýta mig kannski og þú varst nú að segja við mig hérna áður nú fórum að spjalla og ég heyri marga tala um þetta og bróðir mig var að tala um þetta og hún finnst svo gott að hlusta og hérna, já bara margir tala um þetta, vera hérna í vinnunni og hlusta á eitthvað á meðan og ég bara skil þetta ekkert sko, því að heilin minn bara þannig, ég get ekki einbeitt mér að 2 hlutum einhvern veginn þannig í einu, ég get ekki verið að hlusta á eitthvað og meðtaka og vaska upp eða eitthvað, þú veist, ég get hlusta á tónlist en ekki, annars þetta bara einhver hljóð og þannig erum við bara misjöfn, þannig að ég er svona hálf öfunda þá sem geta verið bara svona einhvern veginn að gera svona, já, kannski fá fullt af góðum upplýsingum og með þeirra að gera eitthvað annað sko. En svo vinkonum í býr í Bandaríkjunum, hún sagði að hún og maðurinn hennar væri alltaf að rífast hver fengi að sko slá garðinn. Já. Af því að þá fengu við frið til þess að hlusta á því að mér. Mér er svo fyndið. Já, þetta magnað, þetta náttúrulega rannsóknar efni af hverju við erum svona ólík með þetta. Við erum að ná í eitthvað geðlækni eða eitthvað snilling til að segja okkur það, en þannig ég ekki, þannig að þú veist, mitt þegar ég fór að stað með þetta podcast þá ætlaði ég bara svona að dúlla í þessu og nota þennan vettfang til þess að miðla af mér og ég ákvað strax að hafa þetta svo kallar áskriftapodcast, það svo sem algjör málamynda upphæð 1.500 krónur á mánuði, en það var svona bara mín tilfinning, þetta mjög viðkvæmt viðfangsefni, meðvirknin, hún gengur nærri manni og mig langaði bara að upplifa það, bæði persónlega og fyrir þá sem eru með í hópnum að þetta væri svona eins og við værum svolítið að hittast eitthvað stað, bara við erum bara að hittast hérna saman og ræða þessi krefjandi mál og að öllum svona, já, líði þannig að við erum hérna samankomin sem höfum raunverulegan áhuga á þessu og svona finnum að við þurfum kannski aðeins að skoða þetta. Og þeir hefur tekist vel upp. Finnst mér. Já, takk fyrir það. Þetta hefur svona, já, eins og þú sagðir, þetta nú meira en að segja það, sko. Og svona þegar ég fór að staða, þá fór ég fljótlega að fá ábendingar það að það þýtti ekkert að vera hangsi yfir svo fólk væri að bíða eftir næsta þætti. Þetta fór frá því að vera eitthvað svona krúttleg hugmynd yfir í bara vikulega þætti svona nokkurn veginn. Og það alveg ákveðið verkefni en það hefur líka verið bara spennandi hvernig það hefur þróast og þetta hefur þetta bara farið þá meiri það átt að það líka að koma alls konar góði viðmælendur og bara svona fullt af fjölbreytt einmitt, það eru hugleiðslur og þetta fræðilegt, þetta líka persónulegt og svona þetta á að einhvern veginn kannski höfða til sem flestra, sumir vilja fá bara alveg grjótharðar staðreyndir og rök og aðrir vilja vera meira í mýktinni og tilfinningum og svona, já, jafnvel inn í einmitt þessu andlega og aðrir vilja fá verkfæri og bara verkefni. Akkurat. Og svo enn aðrir sem vilja meira vera inn í svona sköpunar, getur við sagt svona möguleika vítinni og ég held að þetta svona haki í öll þessi box, að ég allir geta fundið eitthvað fyrir sig, en þetta auðvitað ekkit svo sem gamalt, ég fór á stað í rauninni og við svona í september í fyrra og þetta svona mjallast áfram. En sko, af hverju varð meðvirkni svona fyrir valinu? Þú veist, hvað kom til að þú var sérfræðingur á því sviði? Já, það rosa góð spurning, sko. Ég náttúrulega bara svona gaur, þú veist, iðnaðar, jaskur, einhvern veginn alveg þannig upp og hérna maður bara svona hýsir upp sig og heldur áfram, er ekki að tala tilfinningar og eitthvað en einhvern veginn var lífið mitt nú samt þannig að ég fór þessa leið að fara að skoða alls konar hlutu, hefur reyndar alltaf haft mjög mikið áhuga á sálfræði tengdum málum og svona bara hegðun og þess áttar en eins og ég nefndi á þá hefur verið svona talsvert að vinna með sjálfa mig gegnum árin og hérna kom ekki til út af engu, ég þurfti að vinna með ýmislegt og hafði verið að því í nokkuð mörg ár að svona vinna markvisst í mér og læra alls konar leiðir og hluti en einhvern veginn á leiðinni þá rakst ég á þetta fyrirbæri meðvirknina og fyrstu viðbröðu mín voru nú að ég væri nú örugglega ekki meðvirkur af því að ég var nú eins og mjög margir með þá skoðun að þetta væri nú fyrst og fremst sko kvenlegt vandamál. Það er svona staðalmyndin svolítið svo að þetta meira við konur en karla og síðan eins og segi það svona eitt af mínum verkefnum hefur verið að vinna með bara stjórnsemi og ákveðni
og það einhvern veginn í huga margra ekki hluti það einmitt ekki hluti af meðvirkninni, að meðvirknin sé bara svona þessi undalátsemi og sem við köllum lága sjálfsvirðingu og allt það en síðan bara lærði ég það að stjórnsemin bara algjörlega þarna inni og bara hluti af þessum vanda og það var bara svo mikil opinberun fyrir mig að skoða þetta af því að þarna einhvern veginn fannst mér ég finna púsl sem ég var alltaf búin að vera að leita að og það einhvern veginn myndin varð svolítið heil loksins og ég skildi bara betur orsakir og afleiðingar og tengsl og svona bara sjálfan mig og þá var það orðið svona getum við sagt nærtakar og markvissara hvað þyrfti að vinna með og hvað ég vildi skoða og síðan einhvern veginn það bara þannig með mig að ég svona kannski bara frekar einfaldur ég þarf að skilja hluti og það hefur verið bara þannig að ef það eitthvað sem að svona eins og maður segir á góðri ensku, íslensku að þá ef það meikar ekki sens þá spyr ég svona eins og 6 ára ég þarf bara að fá, þú veist, ég spyr ég þarf að skilja og hef nú reynda líka lært að það hluta stjórnseminu minni að hafa áhyggjur á því að vita ekki og að fara inn í eitthvað sem ég ekki alveg viss hvað framundan en svona það eitthvað í mér sem að veldur því að ég get verið að stúdera eða heyra að tala einhverja hluti sem kannski flóknir eða viðamiklir og ég þarf bara að skilja það á einfaldan máta og það alltaf svona þörf og löngun hjá mér til þess að miðla því síðan áfram Kannastu þetta? Þannig að ég svona einhvern veginn ég meðtek nýjar upplýsingar og það rosalega fljótt komið svona hvernig get ég sagt öðrum frá þessu þannig að þeir skilja þetta og það hefur bara svona fylgt mér og gerir það í þessu og ég leið og ég fer að nema þessi fræði og vinna með sjálfan mig, fara í gegnum bara hreinlega meðferð áfalla og meðvirkni meðferð og átta mig náttúrulega á því að ég var alveg snar meðvirkur og miklu meðvirkar en ég mér grein fyrir og þetta miklu viðameira og alvarlegra og djúpstæðara vandamál en maður gerir sig grein fyrir þá líka kom síðan fljótlega bara þessi þörf fyrir að bera þennan boðskap út eða svona að kenna og fræða og ég hef verið að því síðan bara í fjölmörg ár farið í fyrirtæki og stofnanir og eins og ég segi bæði inn í háskóla og svo bara með einstaklingum og fjölskyldum og pörum og allt það og mér finnst þetta bara ennþá jafn áhugavert ég ennþá, að það líka ekki síst vegna þess að ég skynja ennþá hvað þetta að hafa mikil áhrif þegar fólk rekst á þetta og þegar eins og ég lýsi því stundum að mér leið svona svolítið eins og ég væri svona það væri svona jólasería svona ljósa perur einhvern veginn í ringi utanum mig og það var alltaf að kveikna á einn alltaf svona fleiri og fleiri sem voru svona að lýsast upp og það ótrúlega gaman þó að getur þetta verið það alltaf þannig að það eitthvað ef ég nefnir til dæmis þetta verkefni mitt í sambandi við Skógamýtilsbitið Já, segðu okkur endilega frá því, það var ótrúlega áhugavert Já, það náttúrulega algjör óþverri og alveg óvægt að bara vara við því en það nú sem betur verið ekkit allir sem eru bitnir á þessu litla dýri sem að verða svona veikir ég heyrði eitthvað tímann að þetta væri hættulegasta dýrið í skóginum og það mér finnst það nú alveg svona passa svolítið en það getur verið mjög alvarlegt að vera bitin á skógamýtli og ég veikist mjög illa en ég hafði ekki hugmynd hvað þetta var ég sá eitthvað sérstakt svona bit fara á kálfanum á mér og veikist bara gríðarlega illa og hélt ég væri með bara alvarlega flensu og svo fer ég á milli lækna næsta 1,5 árið og það alltaf verið að reyna að greina eitthvað þú veist, það alls konar þetta svona flökku sjúkdómar eða flökku vandamál Heitir þetta Lyme disease? Lyme disease, já og það inn í þessu bara, þetta endalaus listi bara svona lömunar engin mikil árás á miðtaugakerfið og taugakerfið og alls konar verkir og það minnistap og svona ég átti erfitt bara með tal og finna orð og setningar og ennþá svona aðeins að þú veist kljást við þetta mismikið en og gríðaleg svona síþreita og djúpþunglindi og ég fór að fá alvarlegan kvíða og síðan alls konar svona skrýtnir hlutir eins og sé að kviknið svona brunatilfinning í húðinni og þetta mikil árás á liðamót gjarnan, það mismunandi hvaða liðamót og hjá mér var ég til dæmis í alveg
næstu í 2 ára eins og ég væri brotin á úliðnum öðrum megin og alls konar. En hvað fegstu þá greininguna löngu eftir að Já, þú varst bitin? það var tæplega 2 ár liðin þá til ég hitti svona sérstakann lækni eða bara lækni sem hafði sér hæft sig í þessu og það er það sem ég ætlaði að segja, sko. Það var svo óþægilegt að vera einhvern veginn algjörlega í myrkrinu með hvað er að og vera einhvern veginn að sjálfgreina sig með alls konar krabbamein og eins og ég segja, hitta hinn á þessa sérfræðinga sem voru að einhvern veginn skoða alla mögulega hluti og einhvern veginn samt aldrei að finna neitt og þannig að þegar að loksins kemur í ljós, heyrðu, þetta er það sem er að þó það hafi verið alveg skellur, ég meina þetta er eins og segi mjög alvarlegt vandamál og sérstaklega það er greint seint að þá var það samt svolítið gott að vita ok, þetta er verkefnið, þetta er viðfangsefnið og það er þannig með allt, það er sama með meðvirknina að svona, já, það er eins og segi, fyrir marga hefur það verið svona ákveðin opinberun að átta sig á hvað hún raunverulega er í hverju hún felst, af því að þá fer fólk einmitt ofta að sjá, heyrðu, nú skil ég þetta og hitt. Algjörlega. Þannig að það er gott á endanum að fá að vita já. þó geti verið þetta. Einmitt. En sko, þó ég sé búin að hlusta örugglega 30 af þáttunum, þá gæti ég ekki sagt hvað meðvirkni er í einni setningu. Nei. Þannig að ef að þú myndir lýsa hvað er meðvirkni? Já, meðvirkni í svona einni setningu, það er sko, meðvirkni eru eðlileg viðbrögð í óeðlilegum kringumstæðum. Það er þessi eina setning. Það er hins vegar ekkert hægt að skilgreina í einni setningu en það kom einu sinni bók út sem heitir aldrei aftur meðvirk, eftir Melody Beattie og Codependence No More og þar segir hún einmitt þessa setningu það bil að sagt, meðvirkni er í rauninni eðlileg viðbrögð í óeðlilegum kringumstæðum en svo það svona útskýra þetta aðeins betur og það sem kemur mjög mörgum á óvart er að meðvirkni verður eiginlega svo til öll til fyrir 10 ára aldur. Já, það kom mér á óvart. Já, við höldum ofta að við förum inn í einhverja aðstæður, kynnumst einhverjum, segjum bara maka eða eitthvað, það er einhver staðar það sem er einhver vandamál til staðar, hvað sem það er áfengisdrykkja eða eitthvað annað og við séum allt í einu þá orðin svo meðvirk þegar við erum komin inn í þessar aðstæður en það er ekki svoleiðis. Meðvirknin eru í rauninni lærð viðbrögð þegar við erum börn inn í aðstæðum sem er ekki eins og best var á kosið, svo kallar vanvirkar aðstæður og það eru 1.000.000 birtingamyndir á því og þetta snýst ekkert það að það sé alltaf eitthvað augljóst ofbeldi og vanræksla sem er þetta bara tegund af ofbeldi en vissulega er það oft til staðar en það sem er oftar en ekki í samtöðu meðvirknin eru hlutir sem voru einmitt ekki til staðar, það sem vantaði. Þannig að það er ómögulegt að fara í og þess vegna einmitt er ég með podcast og ég mun ekki endast örglega, það mun allavega að taka sjálfsagt einhver ár að bara svona ná að fjallum þetta frá öllum mögulegum hliðum sem ég dettur í hug en svona til þess að reyna allavega að þrengja þetta, þá er í grunninn þetta það að það er eðlilegt að við þegar við erum börn, ef við erum að alast upp í aðstæðum sem eru ekki aðskiljar fyrir okkur, að við bregðumst við þeim aðstæðum og ef að þær eru til langs tíma reglulegar að þá þróum við í rauninni ákveðnar svona leiðir eða varnarhætti ómeðvitað og tökum bara eitthvað dæmi, segjum bara að sé ofbeldi á heimilinu þá er eðlilegt að þú sem barn, þú ert auðvitað logandi hrædd og þú passar þig og þú ferð að lesa í andrúmsloft, þú skynjar ýmislegt og við skynjum mjög mikið sem börn, við erum í rauninni bara í skynjun til að byrja með við erum ekki komið með orð og skilgreiningar og alla hluti, þannig að til að byrja með fyrstu árin erum við bara að skynja og sem sagt ef við skynjum það að það er hættu ástand, það er sársauki þá er eðlilegt að við þróum einhverja leiðir til þess að minnka sársaukan, hvort sem það er að fela okkur, vera sem minnst í kringum einhverja einstaklinga, reyna að koma þannig hlutum fyrir að það reyni sem minnst á þessa einstaklinga hvort sem það er að við erum kannski kollnunga að passa enn yngri systkini okkar eða reyna að fela einhverja hluti eða vera ekki heima, bjóða ekki vinum heim í heimsóknar, alls konar leiðir. Það er eðlilegt að gera það en aðstæðurnar eru óeðlilegar.
meðvirknin það að við síðan höldum áfram í rauninni við hættum þess ekki, við erum ekkert 18 ára tvítu og bara svona, þetta nú meira ruglið, ég alltaf eitthvað að lesa í hvernig öðrum líður og tipla á tám eða passa mig eða bjarga öðrum eða hvaða nú og nú ætlum ég bara að hætta því. Það er ekki svoleiðis. Við höldum áfram í rauninni, þetta orðið bara svona eins og forrit í okkur. Þessir varnarhættir sem að þróast í þessum aðstæðum, það er eðlilegt að þróast í óeðlilegum kringustæðum, en svo þegar við verðum eldri, þá eru þetta orðnarinni, þá er þetta orðin óeðlileg viðbrögð í alls konar kringustæðum og það er það sem meðvirknin er. Og hvaða áhrif getur það haft á okkur? Það er nú sjálfsagt bara ekki ennþá komið í ljós hversu mikil þau geta verið, en þau eru náttúrulega alveg stórkostleg því að þetta reynir á sko líkamlega þáttinn, sálræna og andlega. Allar hugsanir þínar, viðhorf og viðbrögð eru lituð af þessu og það hvað þú hugsar hefur áhrif á hvernig þið líður. Þannig að þegar þú ert með alls konar hugsanaskekjur, þú ert með áhyggjur sem eru kannski yfirgengnar og óþarfar, þú ert með kannski mikla þörf fyrir stjórnsemi eða einmitt mikla undanlátssemi og lága sjálfsvirðingu, líður eins og sést lítils virði. Nú er ég bara svona að nefna nokkra hliðar, þá hefur þetta allt áhrif út í skrokkin á þér. Þú ert bara með vöðvabólgu og hausverk og þú veist, og þetta leiðir út í bara, það er alveg farið að sýna fram á það. Margir að hlusta á eins og Gabor Maté og fleiri í dag og það er bara verið að sýna fram á að svona áföll í uppvexti og afleiðingar af þeim eru meðal annars bara alvarlegir sjúkdómar. Já, sitt í taugakerfinu og fara út í. Já. Þetta er bara að leiða af sér lífshættulega sjúkdóma í sumum tilvikum og þetta kann auðvitað hljóma mjög dramatískt, en þetta er bara staðreynd og svo er þetta bara misalvarlegt. Ég meina, við búum bara í heimi þar sem við erum að eiga í samskiptu við fólk og við erum tilfinningaverur, við erum ekki vélmenni, þó að einmitt í meðvirkum aðstæðum eða vanvirkum að þá þróist einmitt oft þessi eiginleiki og það er hluti af meðvirknin að við erum einmitt aftengdur tilfinningum. Af því að margir hafa þurft að vera það, að finna ekki til og lært það að þú eigir að loka og vera ekki með neina tilfinningar og ekki sína neina tilfinningar sem við ekki tala það og svo framvegis og þá lítum við þá ofta á þessa hluti líka sem okkar helstu styrkleika. Það er bara rosa cool og töff að vera ógeðslega harður og lokaður og láta ekki hafa áhrif á sig og gráta ekki jarðarförinni og eitthvað svona. En það eins og segja allavega fyrir mig, þá hef ég komist að því að það er margt þarna sem eru bara vitleysa, er bara þvæla og þetta hefur alveg ótrúlega fjölbreytt og mikil áhrif á fólk. Já, ég heyrði einhvers staðar, örugglega bara hjá þér, að meðvirkni væri svolítið eins og við værum flækt í net. Já. En hvernig getum við þá reynt að afflækja okkur? Þú veist, ég veit þetta er svakaleg vinna, en já, og það er, þú veist, ég grínast nú stundum með það, sko, þú mást kannski eftir setningunni ignorance is a bliss, þú veist, stundum er betra bara að vita ekki leitt eitthvað og fá sér bara bræðref og ég veit það ekki, þú veist, þetta svo bara vel í það eða eitthvað, sko, og við erum ekkert að spá í neinu og þetta er alveg verkefni, þú ert kannski að vinna með eitthvað einmitt sem er búin að vera hluti af þér og í kerfuniðinu til 10 ára og það er ekki aflært á einum degi og þetta með að vera flektur í net, það er við tölum þetta á íslensku sem klessutengsl, þetta er á ensku kallast enmeshment, það er þegar að það eru einmitt svona óeðlilegt markaleysi á milli foreldris eða uppalenda og barns. þar sem að barn hefur verið sett í þá stöðu að bera ábyrgð sem það á ekki að bera og er að gera hluti í rauninni, er að næra foreldrið, er að bjarga því eða eitthvað neitt til staðar fyrir það, jafnvel er bara svona eitthvað ruslakista fyrir vondu tilfinninga þeirra eða eitthvað, að þá verða mjög óljós mörkin hver er í rauninni hinn fullorðni, og börn mitt í svona aðstæðan læra það að þau þurfa að fullorðnast mjög hratt, þroskast og verða svolítið svona alvarleg, lífið er alvarlegt og þau fara að lesa í alls konar hluti og bera ábyrgð og góð í því, en þá er einmitt oft þessi
gríðarlega óeðlilegu tengsl á milli uppálenda og bars og það kallast einmitt svona enmeshment, klessu tengsl, það sem óljóst hvar foreldri endar og hvar barnið byrjar og allt þetta og þessi lýsing einmitt að ég fór ekkert að skoða skilgreiningun á þessu orði og það eins og að vera flektur í net og net eru svona glærir þræðir út allt og að þú kippir í einn hér að þá kippist og tósast í eitthvað annar staðar og þannig meðverkninni ágætlega lýst þetta er svo ótrúlega lævíst og einhvern veginn hefur anga sína svo víða og hvernig að fara úr þessu neti það auðvitað fyrst auðvitað vilja það og horfast í augu við staðreyndir og þá að fá upplýsingar og síðan að vinna úr því og það nú kannski svona erfiðasti hlekkurinn eða sem sagt, skrefið eins og með svo margt annað ég meina við vitum segjum til dæmis að ég ætlaði loksis að ná að lyfta 100 kílóum í bekk eða hlaupa 10 kílómetra á segjum bara undir 55 mínútum, við erum bara svolítið hóvar þá vitum ég og þú hvað ég þarf að gera þú veist og það fyrir auðvitað eftir bara stöðunni á mér í dag hversu langan tíma það tekur ég þarf þá að æfa eitthvað x eftir einhver ákveðnu, þú veist prógrammið eða einhverjum hugmyndum og þá mögulega á endanum get ég gert eitthvað af þessu það sama á við þetta þú getur fengið allar þessar upplýsingar og við erum svolítið á þeim stað í dag að það svo mikil ofgnótt af upplýsingum og ég þekki þetta mjög vel sjálfur að vera einhvern veginn bara kom einhver ríl jafnvel eða ég heyri einmitt eitthvað einhver að segja eitthvað eða lesa einhverja bók og ég bara svona já ég má ekki missa af þessu þetta svo mikilvægar upplýsingar og maður hefur sittið á alveg einhverjum stórkostlegu námskeiðum og fengi jafnvel bara einhverja möppu í hendurnar og þetta alveg geggjaður upplýsingar og hugmyndir og svo þú veist þetta að flytja 3 árum seinna og þá rekst á möppuna í kassa og fattar að þú gerðir ekkert af þessu og einhvern veginn vannst ekkert með þetta og þá þetta bara upplýsingar þá skipta einhver máli og það eiginlega orðið held ég fyrir marga orðið verulegt vandamál og það bara of mikið upplýsingum og þá gerist ekki neitt þú veist, hvað átt að byrja þú veist, og þú bara einhvern veginn og það auðvitað og svo nú erum við komin í allt aðra sálma en það þessi svona mikli í rauninni þessi holskefla upplýsinga og áreitis og afþreyingar sem við erum í sem verið að þjálfa okkur upp í að vera háð dópamin í einhverjum milliskömmtum eins hratt og eins mikið og eins oft og hægt sem að ýta undir bara aukin athyglisbrest getur við sagt, bara minna athyglisban og minna þol og seglu af því að það má ekkert taka neitt tíma og ég þarf bara strax að fá fixið mitt og ef ég þarf að gera eitthvað sem ég þarf að aga mig og gera yfir langan tíma þá bara gleymdu því þannig að það nú svona ekki að hjálpa en þetta alveg þannig verkefni að það tekur tíma þú veist og ég segi oft við fólk ég hef nú sagt áður örglega í einhverju svona podcasti manna þó ekki eða kannski bara í einhverjum þætti hjá mér ég fór einmitt að ég var að tala mastersnám í stjórnun og stefnumótun að ég man rosa oft lítið úr því sem ég að læra og sumt þetta þannig að við erum að eldast við einhverja stimpla og einhverja gráður og einhverja viðurkenningu úr einhverju kerfi sem við byggum ekki til sem að segja okkur að við séum ok og þarna erum við aftur komin aðeins inn í meðverknifræðin ytra virði að það að við erum einhvern veginn að verðmeta okkur út frá einhverjum samanburði út úr einhverju kerfi sem að við byggum alls ekki til en ég man allavega að þetta tiltekna og ágæta nám örugglega mjög gott að ég man rosalega lítið úr því en það ein setning sem að stendur upp úr og var í einhverju svona aðal stjórnendabókin einhverju og það var skilgreining á stjórnun eða management og hún var á ensku managing is one damn thing after another, it never stops og þetta bara þetta það sem ég man úr allri bókinni ég ekki að segja að það sé ekki eitthvað sem maður man en fattar ekki maður man og allt það, ég ekkert að gera lítið úr því en það sem ég að segja að keep it simple oft einfaldleikinn bestur og þegar maður að fá einmitt ótrúlega mikið af upplýsingum og tengir við svo margt að þá
þá samt yfirleitt þannig að það kannski einhver ein setning, það eitthvað eitt sem stekkur á mann og ég segi oft við fólk, byrjaðu bara þar byrjaðu bara að skoða þetta gefðu bara tími í það af því að ef að það eitthvað sem raunverulega angra mann og hindra mann og hægja á manni og komi í veg fyrir að maður sé algjörlega maður sjálfur eða að maður njóti lífsins og finni bara gleði og ævintýri sem það og tækifærin og allt þetta það þá ekki til mikils að vinna þó að taki þið kannski bara jafnvel heilt ár að umbreyta einhverju einu mikilvægu atriði sem að há þér. Algjörlega. Hvað gerir það þá fyrir þig eftir heilt ár ef það svolítið svona, þú ert búin að ná tökum á þessu, segjum til dæmis bara að setja fólk í mörk, bara eitt af þessum svona fjölmörku atriðum sem kom átt til umræði í meðverkninni eða finna virkilega heilbrigt og gott sjálfsvirði. Þú veist að þér finnist þú mikils virði hvað gerir það fyrir þig í öllu lífinu, í samböndum samskiptum, í vinnunni í námi, bara innra tali breytir öllu þannig að það þarf ofta ekkert að vera einhvern að rembast við að mastera þetta allt og skilja allt, við getum það ekki en einhver stað þarf maður að byrja og svo að svona láta ekki áreitið og gargið einhvern veginn alltaf draga sig á leið. Það sem ég finnst svo áhugavert með meðvirkni að það ekki nema kannski 15 ár síðan að ég fór bara að heyra þetta orð. Veist, ég hafði ekkert og þá fannst mér það alltaf bara tengt alkohólisma. Já. Og það var bara mín ímynd. Já, að alkohólismi að meðvirkni væri bara tengt þessu. Já. Og svo bara einhvern veginn spáði ég ekkert í því. En svo fór ég gegnum vinir í bata. Já. Þannig fyrir örgulega 10 árum kannski. Einmitt. Og það ekki tengt alkohólisma, en þar fórum við gegnum 12 spora kerfi og að vera að útskýra hvað meðvirkni væri. Já. Og ég, þetta bara algjörlega, ég orðin fullorðin, ég skil hvað þetta og hvað þetta hefur mikil áhrif. Einmitt. En það ekkert skrítið og það eitt af því sem ég líka bara, og ég minna talandi þetta að þetta hafi verið og sé svona staðalmyndir sem sé svolítið meira tengt konum. Fyrst ég var að halda námskeið meðvirkni, það voru bara konur, kom bara konur. Það hefur alveg breyst og enda ef maður ræðir þetta af einhverju viti þá áttar fólk sér bara sjálft á því ok, þarna ég bara að tengja alveg massíft og það skiptir engu máli hvaða kyn þú ert en þetta sem þú varst að nefna einmitt ekkert óeðlilegt, það má segja á sínum tíma eru AA-samtökin stofnuð og einhverjum 15-16 árum eftir að þau eru stofnuð þá stofna aðstandendur þessara alkohólista með sér samtök sem heita Al-Anon-samtökin og það sem sagt í rauninni kona stofnanda AA-samtakana sem stofnar Al-Anon-samtökin, þannig að þetta svona hangir allt saman og þegar maður skoða þessi fræði þá var það bara þannig að það voru bara kallar sem voru, þú veist, rónar eða göttunamenn eða hvaða nú var kallað við vitum auðvitað að það ekki þannig að það aftur fer ekki í kyngreini álit ég nýbúin að gefa þátt alkohólisma og heilsu þannig að fólk getur einmitt hlusta á það geggjað þannig og þetta auðvitað að þróast mjög þetta hugtak og talandi einmitt hvernig meðvirknin að hafa áhrif á það við erum að misnota hluti stjórnlaust, við erum að reyna að deyfa einhver áföll sem við höfum orðið fyrir en það nú annað en allavega hvað þetta varðar þá það bara þarna í hlutarins eðli þá það kallar sem eiga við þá áfengisvandann stríða og konur þar að leiðandi eru þá aðstandendurnir og þessi samtök, 12 spora samtök Al-Anon byrja að tala eða að vinna með, má segja einmitt aðstæður sem eru það sem við lítum á sem svona meðvirknin grassirar í að vera einhvern veginn að umgangast aðila með alvarlegan vanda og þá verða ákveðin viðbrögð við því og það það sem við höfum litið á sem meðvirk viðbrögð og þess vegna hefur þessi svona hugmynd lifað svo lengi að þetta einmitt eigi meira við konur en kalla og það þurfa alltaf að vera alkohólismi til staðar en það bara alls ekki þannig bara alls ekki. Og svo fannst mér líka svo gott að því að í hlaðarpinu þínu þá finnst mér þú tekur svo oft persónuleg dæmi þig eða einhver í kringum þig. Mér finnst það hjálpa ótrúlega mikið að því að þá kveikna bara á, nú sé ég fyrir mér þessar ljósa seríu kringum mig. Þú veist, það búið að vera að kveikna fullt af perum. Já.
og bara átti að segja, já, þú veist, ég átti kærleiksríkt og gott uppeldi, samt ég meðvirk. Já, þú veist, og þá fyrir maður átti að segja, já, getur það kannski bara verið að því að sko mamma var ein með okkur 3 systkinin, ég var elst, 2 litli bræður með, þú veist, ára á milli næstu því, annar mjög veikur, pappa alltaf í vinnu og námi. Já. Þau voru bara að gera sitt besta. Ég hef örugglega bara verið, látið lítið fyrir mig fara, ég skal bara hérna vera stilta, próða stelpan, góða stelpan sem er aldrei með vesen. Og ég hugsa bara, vá, þú veist, ég hef aldrei spáð í þessu, fyrir bara núna, eins og ég var að segja það, heili minn er búin að vera bara á einhverju hamstrahjóli bara alveg. Og það er ótrúlega mikilvægt að þú komið með þennan punkt, af því að ég á stundum til að gleyma því að nefna það. Að sko, það er bara eðlilegt, ef maður fyrir að tala um þetta, að þá líður fólki bara pínu illa. Þú veist, býtu, hvað ertu að tala um pappa og mömmu hérna? Og einmitt, það kemur oft bara, já, þau eru æðislega og yndislega, ég man ekki eftir neinu eða þau eru látin og ég vil nú ekki vera hérna, þú veist, ég veit alveg að pappi var að rembast hérna eða eitthvað. Nú eða og sumir eru bara einmitt, ég bara hata þau og hérna bara blossar upp með reiði þegar ég hugsa um þau og það er allur gangur. En í grunninn snýst þetta einmitt ekkert að leita sökudólgum. Við erum ekki að þessu til þess og við göngum út frá því einmitt að allir hafa verið að gera sitt besta miðað við getuna hverju sinni og getan hefur bara verið alls konar og allt þetta fólk átti sína uppalendur og við erum bara, þú veist, hversu langt aftur ætlar að fara. Það er til dæmis bara búið að sína fram á það þarf aldrei að fara lengur en svona 3 ættliði til þess að það sé ykkur með áfengisvanda til dæmis innan fjölskyldunar og þetta berst alveg á milli kynslóða alls konar meðvirk einkenni. Þannig að og ég meni, ég er foreldri, ég á 4 börn og ég get alveg sagt, ég er búin að klúðra alveg óendalega mörgu og sé það er ekkert mál að líti í sko baksýnisspegilin og sjá, heyrðu, þetta hefði nú mátt vera öðru sér svoleiðis kallið minn og það er alveg þannig en ég hef alltaf verið að gera mitt besta og það á við okkur öll, þetta snýst ekki að fara að sækja ykkur að svipu og slá okkur sjálf eða aðra, þetta snýst að bara afla sér upplýsinga og ef að þessar upplýsingar er að henda þér og þú tengir við þar og það gagnast þér til þess að skilja þig betur og geta einmitt komist betur í tengsl við þig og það sem maður er í rauninni að gera með meðvirknivinnunni er að fullorðnast. Pia Mellody til dæmis sem að við vinnum mikið út frá hennar fræðum, hún kom fram með mjög áhugavert módel eftir að hún fer og kannar þessa hluti mjög vel og bara gerir svona nokkuð skona rannsóknir á þessu og setur upp ákveðið módel sem hún sér í rauninni það sem er hvar grunnurinn að þessu öllu liggur í hverju orsakirnar felast og hún talar þetta módel sem reparenting módel að svona endur foreldra sig að í rauninni fylla á og svona laga það sem að vantaði hver sem ástæðan er hvernig sem það birtist að svona verða einmitt meira fullorðin heldur en að því að þegar við erum í meðvirkninni þá erum við einmitt að nota gömul forrit og þá erum við í rauninni í sjálfu sér barnaleg ekkert illa mynd við erum að nota barstlegar aðferðir og hugmyndir til þess að bregðast við lífinu og það er svona verður að dómt vesinn. Ég get ekki dæmi núna bara sem að, þú veist, mér datt í hug að hérna, ég voru að hlaupa og mæti hóp og knúsa eina alveg bara hérna, hæ, gaman að sjá þau eitthvað og hinn hlaupa bara áfram og svo hleypi ég áfram og ég hugsa, ég heilsaði ekki þessari, hún verður kannski ógeðslega móðguð og ég sagði ekki hæf hana. Þannig greip ég mig og ég sagði bara Erla. Þetta grínast, henni var alveg sama hún hefði stoppað ef hún hefði tekið eftir eða skiluru, en þetta er svona þarna er barsleg hegðun og bara því ég er búin að vera að hlusta á hlaðvarpið þá gríp ég mig ég er hann meðvitaðri bara, þú veist, ég fæ svona pínu gæsa út, sko, af því að það er gaman að heyra það því að það er einmitt, það kemur oft spurningin býtu, er ekki bara allir þá meðverkir og svarið er, jú, sennilega ég var að meina spurningu, er hægt að vera ekki meðverkir? Ég held að þetta sko snerti alla, svo er spurning bara einmitt, er þetta háðir, er þetta virkilega að svona, valda ákveðnu skaða og það verður hver að einn að meta, en síðan er hitt að sko, hættu við að vera meðvirk? Nei, það má segja ekki en nú aftur, við erum tilfinningaverur, við erum manneskjur og búum í lífi og heimi það sem eru aðrar manneskjur og eigum stöðugt í samskiptum.
það sem reynir á okkur og það er mismikið auðvitað eftir því hver það er. En hins vegar það að vera einmitt með upplýsingarnar og hafa unnið svolítið með þetta þá, og Pía segir þetta nú bara sjálf, að ef maður er svona 60% fullorðin og 40% ballarlegur þá er maður bara á góðum stað sko. Og við segjum ofta, ég minna þetta snýst það að fara með sjaldnar inn í meðvirknina og ef maður gerir það að staldra stutt við, það er í rauninni, það er batinn, að það er að ná einmitt eins og þú segir svo flott að grípa sig, að fatta, nei heyrðu, í staðin fyrir að vera bara að spólast eitthvað innra með sér og það er rosa mikið í meðvirkninni, það er svona alls konar samtöl í höfðinu við fólk sem er ekki á staðnum og einmitt að álykta alls konar að ég má bara svona speglaði og tella sér þig bara sko, þetta á flott hjá þér að grípa eins og segir, já henni er alveg sama þar er þú í rauninni samt ég er ekki að segja það að hugsa þetta nákvæmlega svona fyrirgeði vaði svona í þetta en þá erum við líka í leiðinni pínu meðvirka, við erum svona að reyna að gera þá sem minnst úr þessu og svona að því að hvaða máli skiptir kannski var henni alls ekki sama en þetta er fullorðin manneskja og ef hún er ósátt þá er það hennar að koma til þín og segja heyrðu, svolítið hissa og skildir ekki heilsa mér hún ber ábyrgð á því, þú berð ekki ábyrgð á hennar tilfinningu, það er aðalatrið af því að það er einmitt svo meðvirkt að við erum að rembast við að einhvern veginn geðjast að allum líki við okkur og allir séu sáttir og þú veist, og það er bara ekki hægt Nei, og ég tengi alveg við þetta er akkurat það sem ég hef svolítið verið í gegnum árin og bara enginn á að vera að rífast og enginn á að vera enginn ósætti einmitt. Það kemur oft fólk sko hefur komið í svona meðferðavinn og svona segir ég verð aldrei reið ég bara veistu það, ég verð aldrei reið eða reiður eins og það sé eitthvað rosalega göfugt af því að þá er yfirleitt einmitt er alltaf manneskja sem er alveg sko það er svoleiðis, það vantar svoleiðis að leipa út einmitt öllu því sem að hefði átt að koma því að reiði er bara mjög heilbrigð tilfinning hún er sko, hún hjálpar okkur gríðarlega mikið til þess að einmitt setja mörk og koma okkur á aðstæðum sem við erum ósátt við það getur verið bara, heyrðu, ég þoli ekki vinnuna mína mér langar að gera einhverja breytingar þá hjálpar reiðin mér að gera þær og eða bara í keppni og íþróttum alls konar, hún getur verið mjög gagnleg eins og að munur á því að vera reiður og vera gramur að vera með svona einhverja gamla drullu sem er inn í manni og maður hefur aldrei einhvern veginn einmitt fengið einhvern farveg fyrir og er að láta malla þar og bitna á sjálfum sér sko. Er verið að losna við hann? Já, þá þarf einmitt að vinna ákveðna vinnu En gætu við farið í gegnum sko grunneiginleika í módelin Píu er þetta 5? Já, þeir eru 5 og nefna þá kannski aðeins svona eða er það flókið? Það er eiginlega flókið en ég hvet fólk til að bara einmitt koma og hlusta á þættin eða vill svona fara á dýftin en við getum nefnt það og þeir eru að við erum verðmætt og það er grunneiginleikin sem hefur með að gera hversu mikið svirði mér finnst ég vera og ef að hefur verið hlúðað grunneiginleikunum þessum 5 grunneiginleikum á bara sem bestan móta að þá eru mesta líkur á því að við komum með þá í jafnvægi út í lífið þannig það er svona grunnhugmyndin ef það hins vegar er ekki gert ef það er ákveðin vanvirkni og það er annarkvort er eitthvað til staðar eða ekki til staðar sem er ekki gott og slæmt til langs tíma að þá verða til skekkjur gagnvart þessum grunneiginleikum þannig að fyrst er að við erum verðmætt og það hefur með að gera hversu mikið virði mér finnst ég sjálfur vera sem er sjálfsvirði mitt og ef það verða einhverja skekkjur gagnvart því ef að ég fæ upplýsingar að ég sé ekki verðmættur hvernig sem að þær birtast þá kem ég þannig út í lífið að mér finnst ég lítilsvirði það er líka alltaf öfgar í hináttina allt í meðvirknin eru öfgar þetta eru plús og mínus og öfgarnar í hináttin er að ég fá upplýsingar ég sé betur en þær Akkurat, að ég sé og ég læri það af þeim sem í kringum mig eru að við erum betur en aðrir eða ég er betur en aðrir, betur en systkini mín eða annað fólk og svo framvegis og þá kem ég út í lífið einmitt sko hrokafullur, yfirleitislegur og er að dæma allt og alla og það er alltaf öðrum að kenna og getur í verstafalli orðið bara af narsissískum einkennum þannig að þetta er svona þessi fyrsti grunneiginleiki. Það er alltaf ójafnvægi í samskiptum. Já, alltaf, einmitt og bitnar náttúrulega mjög mikið á einmitt samböndum og öllum nánum samböndum eða samskiptum. Næsti er að við erum verðmætt og það eru mörkin okkar. Það er sem sagt að við fyrir ekki að við erum viðkvæm, verðmætt var fyrst. Númer 2 er að við erum viðkvæm og það hefur með mörkin okkar að gera og ef að þau eru virt og við lærum það að við eigum mörk og við megum hafa þau og getum þá sett öðrum mörk þá
bara er það hið besta mál en margir einmitt læra það ekki og það er jafnvel verið að vaða inn fyrir mörk hjá fólki og einhvern veginn með ýmsum hætti getur verið bara, já, mjög fjölbreytt hvernig það gerist og þá komum við oft út í lífið einmitt markalaus það er mjög auðvelt á poti tilfinningarnar okkar og einhvern veginn og við erum þá sjálf oft líka markalaus, föttum það ekki, erum að vaða inn fyrir mörk hjá öðrum eða eins og ég nefndi áðan að í staðin fyrir að vera markalausa þá erum við með svo kallaðan vegg, þá erum við bara lokuð, hleypum engum að okkur, treystum engum, erum jafnvel í nánum samböndum en samt einhvern veginn hleypum manneskinu aldrei að okkur og ég segi þetta nú oft, mér fannst það bara svo magnað orðið sko nánd á ensku, intimacy, það er þetta into me you see, ég leyfi þér að svona kynnast mér og ef maður kynnist mannesku þannig að maður treystir henni alveg og þá getur það verið mjög stór hluti af nánum samböndum að leyfinni að sjá sig en þeir sem eru með vegginn þeir hleypa fólki aldrei alveg og eru rauninni alltaf tilbúnir að sko hafna og loka og fara þannig að þetta er oft mikið vandamál í samböndum að sumir eru einhvern veginn alltaf bara þeir eru fluttir að heima þú veist, þeir eru bara, ef það er eitthvað vesen það er bara verið að ræða skattaskýrsluna og eitthvað pirringur, það er bara, já, þetta er búið ég filmi bara annan maka sko, það er bara fluttur, þú veist, það er bara þú veist, það er alltaf þessi varnagli að ég ætla ekki að og bakvið þetta allt saman er sko höfnunar sársökin að ég ætla ekki að láta hafna mér, hann ég hafna áður en mér verið hafnað þetta er að vera sko viðkvæmur þriðja atriði er að við erum háð við erum mjög háð og þetta er allt sem sagt grunneiginleikar sem við erum að tala grunneiginleikar sem við eigum öll sem börn við erum verðmæt, við erum viðkvæm og við erum háð við erum mjög háð uppálendum okkar og ef að það er hlúð af því með eðlilegum hætti þá lærum við að við megum biðja hjálp og okkur er hjálpað með það sem við þurfum þetta hefur með þarfir og langanir að gera og ég kem þá út í lífið einhvern veginn og ég kann að sinna þörfum mínum og ég sinni þeim ég er ekki bara já, ég þarf að fara til tannlæknis en ég bara geri það ekki eða einmitt er að klára skattaskýrsluna mína en að ég tími ekki að borga ykkur fyrir og bara dregst á langinu, ég geri þetta ekki eða skiptum dekk á bílnum mínum eða fara til kírópraktus þú veist, bara það er einmitt afleiðingin eða það er ekki verið að hlúa þessu atriði að þá kem ég út í lífið einmitt annarkvort svona það sem heitir að vera sko needless, wantless, ég hef ekki ég sinn ekki þörfum mínum og löngunum jafnvel ekki heldur mér langar ekkert og ég tími ekki sjálfsvanræksla já, ég er að spá í svona fjallahjóli en nei, ég býð með þetta maki minn er að hann er alltaf á fullu í sleðamennskunni og ég kannski þegar börnin eru eldri þá skoði ég kannski að fara eða söngnámið eða eitthvað svona, það er bara svona ég geri ekki það sem mig langar og einmitt sinn ekki þörfum mínum bara alltaf að dreipast í öxlinni og hálsinum en tími ekki að kaupa heilsukottan, hann kostar 13.000 þú veist, eitthvað svona fjórða atriðið er að við erum ófullkomin við erum fullkomlega ófullkomin sem börn, við gerum mistök fullt af mistökum og sumir einmitt fá þau skilaboð þeir eru einmitt alveg sérstaklega ófullkomnir þeir er alltaf verið að skamma þá og setja út á og læra það þá verður það svona grunnvandi að það er þessi innbyggða tilfinning að ég er vesen, ég er til skammar, ég er uppátækjasamur og já, bara svona það er ekki takt að reiða sig á mig og eða einmitt í hinn áttina sem við rættum svolítið áðan ég er að fá þessi skilaboðum að ég er fullkomin, ég á að vera fullkomin ég má ekki gera mistök og þá kem ég út í lífið svona einmitt bara rötta fullkomin og góður og allir er að sjá það og ég er að passa på það þannig að verður alltaf að vera fullkomið og alltaf bara með allt alveg tipptopp og rosa fínt og alveg ógeðslega flottar veistlur og flottustu kökurnar og börnin mínu svo snirtileg og allt svo fínt og garðurinn alveg tipptopp og þú veist það bara þarf alltaf að vera alveg ég má ekki gera mistök þegar við erum með öll þannig við gerum mistök og við þurfum ekki að vera svona rosalega upptekin á okkur Mér er svo skemmtilegt eitt, þú sagðir eitthvað bara prófaði að við einhverjum heimsókn ekki taka til. Já. Mér finnst það geggjað, ég bara vá, þau eru fullt af fólk sem er alltaf bara alveg, það var allt rosa mikið fínt, þú veist, það tengir alveg smá við það, sko. Þetta flestir, sko, einmitt, þeir eru í skóla til dæmis, þá eru svona einhverja típur í kringum hann sem er einhvern veginn alltaf með nýju, en samt alltaf eins og að sé að fara á geðdeild. Þú veist, það er bara svona, veitu, hvað ert þú að hafa áhyggjur? Þú veist,
það er allt alveg að fara fjandans til, það er svo rosaleg pressa sko. Og jafnvel bara, já, ég fekk bara 8,5 ég bara, og þú veist, ég ætla að fund með kennarinn og bara, þetta bara gengur ekki upp sko. Það er svo rosaleg pressa. Fullkomna árátta. Já, það er, eins og segi, það er endalist að hægt að tala um þetta en þetta var sérst 4. atrið og 5. sem mér hefur fundið svolítið gaman að skoða, það er hvatvísin, að í rauninni að við erum hvatvís og það hefur með það að gera einmitt að sko hvatvís er að vera ekkert að velta fyrir sér afleiðingum af því sem maður segir og gerir og ef að það er hlúða þessum grunni eiginleika þá lærum við það nú hægt og rólega að svona, þú veist, ef ég er orðin 20 og systir mín gefur mér afmælisgjöf að þá tæti ég hann ekki bara einhvern veginn úr pakkanum og segi svo, come on, þú veist, ég á svona, kannski ekki gefa mér pening. Það væri svolítið hvatvíst þó að þú myndir hugsa, heyrðu, ég á svona og ég hefði verið til í pening, að þá segir bara takk sko systir og kannski bara skilar þessu og eitthvað. Þannig að en þegar að uppeldið er þannig að það er gríðaleg stjórnsemi. Það sem er stanslust verið að stjórna og skamma og setja út á og eins og sumir hafa lýst í að svona eins og að sé þyrla bara einhvern veginn yfir þeim eða dróni að fylgjast með öllu og þú mátt ekki stíga eitt einasta feilspor og þetta er svona hálfgert jarðsprengjusvæði að þá og það er mikil stjórnun í kringum þig, þá lærir það að þú þarft einmitt að passa þig, þú þarft að stjórna, þú þarft að passa allar útkomur og þarna kemur stjórnsemin að þú ert að í rauninni síðan ferð út í lífið og þú ert alltaf að stýra öllu, gefa öllum ráð og passa og skamma og aga og að því að innst inni ertu svo óttaslegin við að ef þú gerir það ekki þá fer allt fjandans til, á missuru tökin og þeir sem koma svona út í lífið er einmitt svona hafa ekki einhvern veginn, þeir hafa missoldið bara getun að leika sér, sleppa tökunum og einmitt fara í óvissuferðina eða hópeflið og bara njóta og fíblast og eitthvað svona og mjög margir sem eru bara, lífið er bara rosa alvarlegt, þetta er allt alvarlegt og það er bara alltaf að vera að passa þig og einhvern veginn fatt ekki bara, já, heyrðu, það er engin gleði, þú veist, ég bara hlæ aldrei og allt þetta, öfgarnir í hinn áttin er að einmitt eins og ég lýsti á það hérna með þennan sem reif upp pakka sinna, það er að svona, þú hefur ekki lært einmitt að hemja hvatvísina þína, þú veist að stundum án ekki við, stundum átt ekki að benda á fólk og segja bara, á hvað þú er fitnað eða eitthvað svona, þú veist, þá hefur ekki lært einmitt, þá ertu svona já, Pía hún nota nú þessi orði þetta sko, hún segir að þessi, sko að þú ert annars vegar svona rosalega stjórnsamur, stjórnlaust að stjórna, þá kallar hún það að vera svona tight S og svo hitt er að svona, já ég læt bara allt flakka og þú er bara að taka því og eitthvað svona, það sé að vera shit S. Já. Það er ágætis lýsing sko. Já, sko hérna, mér datt svo mjög oft í hug að þú ert að tala um hvatvísi og svona, mér finnst svo mörg einkenni meðvirkni svolítið lík einkennum ADHD. Já, ok, getur útskýrt aðeins betur? Sko sérstaklega bara með hvatvísina og þetta, þú veist, það var kannski aðalega það. Já, sko það er rosalega áhugavert að skoða þetta einmitt saman, af því að svo þegar maður fer að skoða þessa taugaröskunar greiningu sem ADHD er, að þá er svona verið að tala um að hún sé fyrst og fremst eitthvað sem gengur í erfðir aðalega, það er búið að sýna fram á eitthvað tengsl á milli óheilbrigðis jafnvel á meðgöngu og það geti haft áhrif en þetta sé 70% bara gen eftir því sem ég best veit og mér finnst mjög áhugavert að skoða þetta mitt í samhengi við meðvirknina og ég er ekki að halda því fram að það sé meðvirkni tengt að það sé ADHD en það er áhugavert að skoða hvað til dæmis Gabor Maté er að tala um í sambandi við þetta. Kannski ítir undir einkennin. Já, þú veist, það er þetta sem að þegar þú færð ekki útrás fyrir þér og getur ekki einhvern veginn, sko, það eru til hlutverkafræði sem eru líka mjög áhugaverð og ég tala um þau í þáttunum, svona fjölskyldu hlutverk sem Sharon Vexati Cruz fór að þróa svona myndir og það tengdist í hennar tilviki, hún var að skoða þetta fyrir einhverjum, ég veit ekki 40-50 árum og var að vinna með 100 fjölskyldna það sem var alkoholismi til staðar eða eitthvað sem átti við áfengisvanda að stríða og hún sér að það verða til hlutverk inn í þessum fjölskyldum, það einhvern veginn virtist vera alveg nánast hægt að sjá fyrir bara. Mjög áhugavert og hreinlega bara það verður mjög algengt og þarna kemur þessi umræðum að miðjubarni færi með enga athygli og allt þetta og
og hún allavega, það kemur út frá þessu. Það að fyrsta barni verður oft hetjan og næsta verður týnda barnið og svo kemur blórabökullin sem skamaður og hann verður ofta svörtum sauð og sem gefur bara puttan og svo svona síðasta hlutverkið trúðurinn og það þessi sem að mitt sko eins og hún upplifði það var oftar en ekki yngsta barnið en allavega þá einstaklingur barn sem alast upp þannig að það eitthvað að inn í fjölskyldukerfinu en þú færð engar upplýsingar. Það segir þér engin neitt og það logið af þér að láti eins og sé ekki neitt og þá fer að byggjast upp innra með þér svona kvíði og þú fer að efast eigin geðheilsu á endanum þegar þú fer að hugsa það langt og að því að þú skynjar að það eitthvað að en það láta allir eins og það sé ekki að og þessi börn sagðun að færi oft svona að akta út einmitt að fá að losa þennan kvíða með einhverjum fíflagang, svona hvatvísi og þannig kom þetta hlutverk trúðarins. Ég eins og segi, ég mér finnst bara áhugavert að skoða þetta en það klárlega svona ein hlið, það allavega, ég get allavega sagt það að ef við skoðum hvatvís einkenni og ef þú barn með hvatvís einkenni að þá eru aukna líkur á því að það verði einmitt til þessi vanvirkni í kringu þig af því að það krefjandi fyrir uppalendur að vera með barn með ADHD. Þannig að sko það allavega hægt að segja það að það gæti auki líkurnar á því að þú verðir fyrir einmitt bara svona þú veist, þú veist, akkur getur aldrei muna svona meira af skömmum og athugasemdum klárlega í gegnum námið þitt, alveg stöðugt að þú getur ekki einbeittir að neinu alltaf vera að sussa á þig og kvart yfir þér og allt þetta senda þig heim og í greiningar og svo framvegis að það er mjög eðlilegt að barni með þessi einkenni geti þróað með sér að heyrðu já, ég minnavirði, ég vesen, það eitthvað að mér og ég bara mér finnst þetta alveg ískyggileg þróun varðandi ADHD-ið og bara einhvern veginn, ég veit það, ég þekki það bara bæði persónulega og af fullt af fólki kringum mig að við erum að taka börnin okkar og í rauninni lyfja þau svo að þau geti verið í skóla. Það mörg börn sem eru bara mjög fungirandi, ógeðslega skemmtileg, dansandi og hlæjandi og fjölhæf, listræn og hugmyndarík en þau passa bara ekki inn í starffræðitíma og þá einhvern veginn allur fókusin á að láta þau passa þar inn í staðin fyrir að horfa á styrkleikana og eiginleikana og ég veit þetta alveg sko, það einhver örugglega að hlusta sem bara brjálaður eins og allt í dag, þú mátt eiginlega ekki segja neitt þá það pólitískur réttrúnaður svo mikill en mér alveg saman ég má hafa mínar skoðanir og ég bara, þú veist, ég ekkert með það á móti, ég bara segja, mér finnst það að þurfa að skoða þetta miklu betur af því að það alveg á hreinu og ég hitt einn daginn sem að einmitt sjálfur fengið þessa greiningu, fullorðinn einstaklingur 2 börn, annað að koma með greiningu, fór á lyf, leið hræðilega mikil kvíði og ýmislegt sem kemur oft og bara gekk ekki upp og einhvern veginn fór eitthvað aðra leið. Þriðja barni, eða annað barni sem sagt var líka komið inn í greiningaferli og kom með greiningu átt að fara á lyf og hann hugsaði bara nei, ég bara get þetta ekki og ég man ekki hvort að viðkomandi barn var í 7. eða 8. bekk eða eitthvað, hann hugsaði, heyrðu, þetta eru 2-3 ár við bara vinnum í kringum þetta og hann fór bara á fundi með skólanum og sagði bara, heyrðu, ef barnið mitt þú veist, ekki að ná athygli þá þurfum við bara að vinna saman, ég vil bara þú sem kennari segir bara, heyrðu, nú stendur þú upp bara í skóna og taktu einn að duglega hringi kringu skólan og hvað svo og þetta hefur verið gert gagnvart þessu barni og það alls konar, þú veist, einhverjum svona fidgetar og teygjur og þú veist, það alveg verið að vinna með í mörgum tilvikum og má alveg nefna það bara aðdánavert, það allir að reyna auðvitað, þetta mikið álag fyrir alla auðvitað barn sem í tíma sem einhvern veginn alltaf talandi og virðist ekki alltaf nefnding og skilur ekkert og getur ekki unnið úr starffræði dæmum sem þú veist, sérstaklega þau þú ert fyrst að lesa þetta til þess að síðan lesa þetta og svo fara yfir þetta, þú veist, þetta bara svona keðjuverkun svo ofta erfið og ef áhugin ekki algjörlega þarna en það var gaman að hlusta á þennan mann og hann vildi meina það að þetta væri bara að gera alveg kraftaverk enn og aftur, þú veist, ég veit líka að það alveg möguleiki ADHD og það mörg dæmi það að fólki líði miklu betur af því að fara á lyf og þau fungir bara mjög vel. Já, ég tók mitt viðtal við hana í fyrra hana Önnu Töru Andrésdóttur ADHD og heilsu
og þú veist, ég mæli bara með að allir hlusta á það líka af því að hún tekur einmitt báðar hliðarnar, þú veist, kostina þess að vera lyfjum og ekki. Akkurat. Og þetta er geggjaður punktur hjá þér því að það er svo margt í þessu öllu saman það sem við erum með einhverjar skoðanir eða áhyggjur og ég sem foreldri, ég þekki þetta bara persónulega það er svona svo gott þegar maður fær einmitt sko svona upplýsingar sem eru opnar það er að segja það er verið að skoða báðar hliðar það er ekki bara allt svarthvítt og allir eiga að vera svona og allir að fara inn í þetta og allir að taka lyf sem að þú veist, það er bara gott að skoða þetta frá fleiri en einni hlið og vera ekki svona þetta er orðið talsvert vandamál hvað við erum fljóta hneykslast og bara dæmum fólk alveg í drasl ef það er ekki sammála okkur eða einhvern veginn ekki á þeirri línu sem við erum á og ég bara þekki þetta alveg sjálfur maður bara hefur þurft að taka sér taki þarna og hlusta á fleiri en eitt sjónarmið og vera tilbúin að bara skipta skoðun ef maður kemst að því að það sem ákvarðanir eða skoðanir sem maður hafði eru kannski ekki eins og maður hélt. Einmitt. Líka sko eins og nú er nýkomin út það var einhver frétt fyrir ekkert svo lengu það sem þú varst að nefna áðan hvað mataræði getur haft áhrif á mataræði móður á meðgöngu getur haft áhrif á að barnið fái taugaþroskaröskun. Þetta western diet sem við erum flest að borða það er búið að sýna bara það eru rosa auknar líkur á að fæða barn með annarkvort einhverfu, ADHD eða einhver aðra taugaþroskaraskanir og það er akkurat, það vakna alltaf svona eins og þú veist að segja, fólk verður alveg brjálað af því það er einhver svo sterka skoðun og einhver annar alveg á móti í staðan fyrir bara lesiði og takiði ákvörðun fyrir ykkur. Svona upplýsta. Já, það þarf ekki allir að vera sammála en ef einhver rannsókn bendi til einhvers þá finnst mér samtalið góð vísbending að við erum ekki að fara í rétt átt. Já, ég meina það, þú veist, það er náttúrulega bara hægt að fara í kolln í samneykslan yfir því bara hvað er að gerast hjá okkur, ég meina við horfum á þetta bara einhvern veginn svona siglandi hljóðlaust að feigðarósi finnst mér með margt svona eins og með þetta bara augljóslega mataræði og maður er bara partur af þessu, ég meina maður er bara þáttakandi í þessu mataræði og bara áreitið samfélagsmiðlar og tækin og tólin sem er í kringum okkur að þetta er náttúrulega alblasir við að það eru veruleg vandamál í gangi og þau eru ekki að minnka, við sjáum það líka að það er ekki að minnka vandamálin og jafnvel í velferðarþjóðfélagi eins og okkar sem er svona almennt talað velferðarþjóðfélagi og velstatt þó að þetta fór sér á misjöfni stað þá er ekkert sem bendir til þess að það sé endilega að hjálpa nema síður sé sko þannig að og allir farnir að óska eftir minna áreiti og minni streyti og rólegra umhverfi og samt eru við að hamstra hjá frá einhverju svona búta klaustur og einhverja hugleiðsluferði til Bali og eitthvað og þetta er þetta alltaf að segja okkur eitthvað við á endanum sko erum bara og það aftur talandi meðverknina að við erum komin svo rosalega tengsl við okkur við erum komin úr tengsl við bara innsæð okkar hjartað okkar náttúruna, alheiminn, sköpunina, hvað sem þú vilt kalla það Guð eða æðri mátt eða bara anda bara að sér og horfa á trén. Ég meina það er farið að fara með fólk sem er í burnouti og alls konar út í náttúruna sko, með ráðgjöfum að kenna því að staldra við og horfa á tré og anda að sér og það er verið að rannsaka sagt, hvernig þær ganga þessar meðferðir til þess að sýna fram á að já þær hafa góða áhrif á streitutengt vandamál. Við erum komið þangað að það þarf að sko setja ausa peningum í að rannsaka það hvort það er gott fyrir okkur að fara og labba út í skó. Þú veist, þetta eru þetta svona, ég segi, og bara enn og aftur, ég veit þetta hljómar eins og maður sé þetta að segja háan hest og dæma, maður er bara algjörlega partur af þessu sjálfur og ég hef sjálfur þurft að virkilega skoða þetta og hvernig á maður að tengjast sér ef maður staldrar ekki við, ef maður næri ekki hljóðlátri stund í hugun af því að innra með manni er alveg ótrúlega margt líkaminn er að segja manni svo margt en það er bara ekkert frekar en annað ekkert frekar en að ég fá eitthvað upplýsingur og podcastum sem ég hlust ekki á sko, ef ég gefur ekki tíma til þess að það er bara svo mikill hraði og áreiti við erum alla vöknu, ég sé eitthvað rannsóknir bara
Bandaríkjunum 80% fólk sefur með síman á náttborðinu og fyrsta sem það gerir bara að fálma eftir honum þegar það vaknar og þú veist, athyglisban það búið að mæla það hjá okkur einhver tíma sæi ég það nú að finna það aftur ég veit ekki alveg hvar ég las það en það væri búið að sko reikna út að það væri svona almennt hérna hversu lengi athyglin okkar varði að það var sko farið úr minni mig 13 sekúndum í 7 og gullfiskar væri með 8 sekúnda ég ætla ekki, sko, ég man ekki hvar ég las þetta en ég er hins vegar búin að lesa rannsóknir sem að hafa sýnt fram á það sem er verið að mæla á vinnustöðum það sem bara svona athygli sem fólk hefur á eitt verkefni í einu hún hefur farið bara, þú veist man ekki á einhverjum 20 árum niður einhverja 10% við bara höfum ekki athygli, við erum bara ómeðvitað, bara stokkinni, kíkja á meili, gera þetta, þú veist, einhvern veginn og það er engin ástæða við bara, og það er þetta sem er að þróast maður ítir að pása á þættinum til þess að kíkja á síman eða til þess að svara tölvupósti og svo er maður búinn þá heldur maður áfram að horfa á þáttinn í staðan fyrir að klára bara eitt og ef það er ekki nógu mikið að breyta sko boðefnunum hjá þér þættirnir eða það sem þú ert að horfa þá færðu bara strax leið þú ert alltaf að leita eitthvað sem er nógu krassandi af því að það verður að búa til þessi boðefni sem við erum að hamast við elda núna og alveg eins og bara kálvar á spennanum Nú erum við aðeins komin í þetta sem mér finnst svo áhugavert. Það er, þú veist, heilsa og hvernig allt þetta, meðvirkni og hegðun okkar og tilfinningar og allt, þú veist, þetta hefur gífurlega mikil áhrif á heilsun andlega og líkamlega og félagslega, þú veist, líka. En, þú veist, kannski bara við byrjum á hvað er heilsa fyrir þér? Hvað er að fyrsta sem að þetta eftir í hug? Þetta er nú bara mjög góð spurning. Þetta mér fyrst í hug, þú veist, að því að maður fekk kannski að hugsa svona líkamlega heilsu, en nú þekki ég það bara að verða heilsulaus. Og það er eins og oft hefur verið sagt, þú veist, að þú hefur ekki tíma, hvernig er þetta orðað, fyrir heilsuna, þá hefur hún ekki tíma fyrir þig eða eitthvað svona, þú veist, að hérna, þegar maður missir heilsuna, þá er það eina sem skiptir máli, að reyna að fá hana tilbaka. Þá er ekkert, þú ert ekkert að pæla í neinu öðru. Og það er svo mikið högg, sko, ég var nú bara sjálfur að, hérna, ég var í heilsuræktin í gamla daga og við vorum hérna með 8 heilsurækta, sko, vorum að þjálfa bootcamp og eitthvað svona og þú veist, maður var bara full í þessu og taldi mig bara nokkuð vel á mig komin þannig séð. Og síðan gerist þetta að koma svona þetta verkefni og einhvern veginn þetta er bara tekið alveg. Og þá, eins og segir maður, fljótt á liti fer kannski að hugsa svona líkamlega heilsu þegar maður hugsar heilsu en það sem hefur líka lært er að það er sennilega mikilvægara ef maður ætti eitthvað að flokka þetta niður, það er þessi andlega heilsa, sálræn heilsa og mér finnst nú gaman að brjóta niður svona hugurinn og sálinn og andinn og allt þetta en það er svona bara að þú veist ef að hausinn á þér er ekki góður ef þú ert að kljást við alvarleg vandamál þar þá getur alveg verið í toppformi en það kannski er ekkert að hjálpa þig mikið sko. Og jafnvel ertu einmitt að í einhverjum öfgum þar til þess að reyna að leysa eitthvað sem verður ekki leyst þar þannig að heilsa held ég að verða að vera svona heildræn þú veist að maður sé sko sáttur við sig að maður sé einmitt að setja sjálfur sér mörk og maður sé að sinna þörfum sínum það er ótrúlega góð tilfinning fyrir sérstaklega sem hafa kannski ekki gert það aukn einn harka bara af sér og halda áfram skipti ég það nú ekkert að fara að láta líta þetta jafna sig og eitthvað svona þú veist að þegar þú ferð og stoppar og hugsa þarfir þín og sinnir þeim að þá alveg leið eykst svona sjálfsverðið bara alveg leið þannig að það er rosalega góð tilfinning að vera einhvern veginn ekki hlaupandi á eftir öllu í einhverjum meðvirkum viðbrögðum hérna við heiminum og þykja vænt sig og gera það sem er gott fyrir mann. Ég held að það sé á endanum heilsa. Af því að það hefur þá góð áhrif á alla hluti og það má vel vera þá að, þú veist, segjum bara ég er 1,80 eða var það nú alltaf, ég held ég sé 1,79. Það er minkandi við árlum. Þú veist, og ég vil vera, þú veist, mér líður best bara eitthvað staðar, segjum bara kringum 85 kíló. Það má vel vera að ég sé bara 95 og bara mjög sáttur við mig, þú veist, og þá er það bara allt í lagi. Þú veist, þannig að það er ekkit einhverju BMI stöðlar og bla bla bla, þetta er bara að ég sé sáttur við mig, það sem ég er að gera og gera fyrir mig. Ég líti á það sem heilsu.
sumum hendar að hreyfa sig mikið, öðrum ekki. Við erum ekkit öll eins. Ég skil ekki að fólk hafi ekki eitthvað brjálaða hreyfiþörf eða þú skildi ekki, en ég hef bara alveg lært það bara alls konar. Ég gæti verið bara, já, það þurfa allir að gera allir og bla, nei, það er bara alls ekki þannig. En hugsaðu þá eitthvað öðruvísi heilsuna í dag eftir að þú veiktist? Eftir að byrja að jafna þig? Já, sko, þetta er búið að vera ótrúlegt ferðalag og þú veist, þegar þú ert að kljástu eitthvað svona, ég segi nú stundum ég veit ekkert hvernig að vera með krabbamein. Ég hef eins og oft ímyndað mér eða haldið ég væri með krabbamein og ég held að það sé alveg á hreinu ef þú ert með eitthvað svona mjög alvarlegan sjúkdóm þá séu við flest sammála því þú gerir bara allt sem að þú trúir að gæti hjálpa þér. Þannig að mér hefði verið alveg sama ef einhver sagt mér að éta þurrkaða blásýru ef það hefði átt að lækna mig, þá hefði ég bara japlað á henni, sko. Heilsan er dýrmætari en allt. Já, þú veist, já, ég allavega mín reynsla er svo og alvarleiki þessa heilsubress var þannig og hefur verið að ég hef alveg verið til í að prófa allt sem að ég hef haft trú á og trúin flytur nú fjöll og það hefur maður líka á rannsóknir sýnt bara að það eru placebo áhrif hafa oft bara jafn mikil áhrif eins og ykkur lyf, þannig að það skiptir líka máli hverju maður hreinlega trúir. Akkurat. En þetta er svona langklaup allavega hefur verið hjá mér, maður hefur þurft að prófa alls konar hluti, alls konar duft og dropa frá peru og kölduböðin og þetta og hitt og bæði hefðbundnar og óhefðbundnar lækningar. En hvað hefur svona hjálpaði mest, heldur? Komast hingað? Sko, ég myndi segja, sko, kona mín hefur lært til dæmis öndunar aðferð sem heitir Transformational Breath, hún er ein á Íslandi sem hefur lært þetta, þvælst víða heim til þess að fá þessa menntun og þar hefur hún farið með mig í gegnum öndunar tíma sem eru algjörlega ótrúlegir og það sem ég kannski reyna að segja er að það sem hefur kannski hjálpað einna mest er einmitt að ná frið inn í taugakerfið og hvaða leiðir sem maður gerir til þess það er orðin mikill vöxtur til dæmis í psychedelics efnum og ég er mjög forvitin og áhugasamur hvernig áhrif það er að hafa og þekki og heyri alls konar reynslur af því, góðar og slæmar og en eitt af því sem ég sé þar er að það er mögulega til dæmis að fara beint inn í miðtaugakerfið og svona laga og róa eitthvað sem við kannski erum í erfiðleikum með sjálf en eins og þessir öndunatíma sem ég hef farið í sem eru þá bara án efna það er algjörlega svona má segja einhvers konar ferðalag og hefur náðst þar árangur sem ég einhvern veginn var ekki að ná að öðru sig. Ég persónulega stunda bara markvisst hugleiðslur, eitthvað sem ég hafði enga yrði mér áður en það hefur klárlega bæst við og bara daglegur partur af mínu lífi að hugleiða, að biðja, ég skrifi í dagbók, ég geri ákveðna hluti til þess að róa taugakerfið og svona, við getum sagt, koma til mín. Ég heyrði eitthvað tímann að það hafi verið indjánar sem tala þegar þeir eru búin að vera í einhverjum orustum og bardögum eða eitthvað að þá segðu þeir að þeir þurft alltaf að bíða síðan eftir að sálinn næði þeim og það er svolítið flott sko ég er oft einhvern veginn komin á undan mér, finnst mér og ég held að það eigi við okkur mörg að það að beita þeim aðferðum sem við getum, hvað sem hendar þér, er það einhver jóga nýtra tími, er það einmitt göngutúr í náttúrunni sem að ég vil líka setja þarna kannski topp 3, topp 5 hjá mér. Það er bara að lappa út í náttúrunni, það er svo rosalega hugleiðsla fólkin í því að vera mindful þar, að bara horfa á trén, horfa á lækin, horfa á, heyra í fuglunum og bara þú svona einn vinur minn talar oft að fara í 30.000 fetin, þú veist, það er svo gott að sko fara aðeins og sjá, þú veist, stóru myndina að því að maður getur, þegar maður er í vanlíðan eða áhyggjum, þá verður maður svo, það er svo mikið rörsýni, þetta verður svo stórt, eitthvað sem er oft svo lítið, skiptir svo litlu í stóra samhenginu. Ég held að allir upplifi það þegar eitthvað náinn til dæmis deyr, eða eitthvað svona alvarlegt, það er bara
ég man eins og 9/11 eða þú veist, það gerist eitthvað rosalegt þá breytist allt í einu allt og þú einhvern veginn svona býtu var ég að pæla í vísaskuldin eða eitthvað leiðilega nágrann eða eitthvað svona allt í einu skipta svona hlutið minna máli og þú fær svona nær því sem skiptir raunverulega máli og kannski það svona hluti af þessum hugaræfingum að það að á hverjum degi að reyna að minna sig á þetta hvað það sem skiptir raunverulega máli það heilsan þín það það sem skiptir þig máli fyrir þig og þitt líf þínir nánustu og þessi bara kærleiksríku tengsl við fólkið þitt þú veist þetta á endanum það sem skiptir mestu máli við getum algjörlega glemt okkur í öllu hinu þannig ég myndi segja svona já svona á andlega sviðinu séu kannski stærstu sigrarnir og mikilvægustu í þessu ferli og þetta að vinna með mig og þessa hluti og svo það bara stöðugt verkefni hjá mér það einmitt að hlusta á þú veist hvað það að sko velja það sem að veitir mér innri frið það sem fylgir friður og kannski tilhlökkun frekar en ófriður og spenna ég á það alveg til að rugla saman sko það sem spennandi og spennu þú veist og sækja oft í spennu sem einmitt aftur hluti kannski af ákveðnum meðvirkni vanda en margir sem eru meðvirkir eða hafa svona, tengjast þessum fræðum þeir sækja í spennu og kunna það mjög vel Getur eitthvað útskýrt af hverju það Já, það bara mjög oft í þessum mannverku aðstæðum þá mikil spenna það að byggjast upp ykkur spenna Þú ert vanur því og kann það og líka með þinn kann það og skrokkurinn og sálinn og allt saman og undir meðutundin og við sækjum oft í þetta kunnum þetta og það sem búið að sýna fram á að við jafnvel förum og búum til spennu til dæmis tölum parsambönd og hjónabönd að oft fólk að rífast og veit ekkert af hverju en það sem kemur oft í ljós að við erum að búa til spennu og svo meira spenna svo springur allt og svo kemur svona þegar allir einhvern veginn ná saman hvað sem það make-up sexy eða bara kossar og knús eða whatever og þetta ein leið sem við notum til þess að breyta því hvernig okkur líður það að sækja í þetta moment og við ómeðvitað búum til spennuna og sprengjuna til þess að fá það ástand þannig að ég get verið einmitt alveg sko algjörlega vanrækt mig í brjálaðri spennu það allt innra með mér sem segir að ég alveg á kolvitlausum stað eða kolvitlausum leið eða búin að taka kolvitlausa ákvörðun og ég hlusta ekki og ég ætla bara að drepa ég ætla bara að halda áfram ég búin að segjast alltaf að gera eitthvað hvaða nú og ég bara þú veist bara over my dead body að ég ætla eitthvað að stoppa og það þetta að vera duglegri að hlusta þarna og ef ég staldra ekki við ég allavega þannig ég þarf bara markvisst að staldra við og anda og hugleiða og jafnvel skrifa í mitt og tala við góða mannesku sem getur speglað hugmyndirnar af því að það bara ótrúlega oft sem ég fæ einhverjar hugmyndir eða að fara eitthvað eða ætla að gera eitthvað sem bara allt segir að ekki málið sko. Það líka svo gott að hlusta á hlaðvarp viðtöl við annað fólk af því að maður getur svo oft spegla sig í þeirra reynslu eða þeirra frásögnum Já, ég ekki einn í heiminum eða ég ekki einn í heiminum eða skilur Já, algjörlega þá verður oft svona moment og þá verður meira innri friður Já, ég held að eins og þú sagði kannski áðan sko, ég meina það gaman að hlusta á fólk sem ekki of tilgerðalegt skulum við segja, þú veist, auðvitað maður alltaf, ég meina við sitjum inn og tala saman núna ég veit bara það ég veit ekkert hver að fara að hlusta á þetta sko það bara fullt af fólki sem ég þekki ekki neitt hversu einlægur ætla maður að vera hversu mikið ætla maður einmitt að vera náinn hversu mikið ætla ég að leyfa ykkur að sjá inn fyrir sumum finnst maður kannski alveg hálfpartið subbulegur, ég veit það ekki mér finnst bara gaman að vera bara pínu svolítið svona, leyfa því að flakka vera einlægur, finnst mér þetta meira Já, þú veist mér finnst það skipta máli sko. Ég nenni ekki að hlusta á þá sem eru það ekki sko. Þú veist, eru bara á yfirborðinu og láta þessu ekkert síða því að það eru allir að kljást við eitthvað og við eigum bara nóg með okkur sjálf ekki bara fínt að
kíkja á það frekar en að vera að dæma og pæla í öðrum svona mikið og bara, þú veist, Já, kíkja aðeins inn á þig. hættum að þykjast og þetta var mjög sterk upplifun um þetta flytja til útlanda og vera einhvern veginn þar innan fullt af fólki og fatta að það var engin að pæla í manni, öllum drullu sama og margir upplifu þetta, já, ég fer okkur að suðræna strönd og þá ég í skrýtnu skyrtunni og eitthvað svona, þá ætli ég að sleppa tökunum, svo komum við til Íslands og það allir bara með krosslaðar hendur eitthvað og við erum að pæla í öllum og allir á Facebook og þú veist, þetta svo lítið, það svo mikil nálægð. Meðvirkni þá meiri kannski í samfélagum þar sem eru smærri? Ég vil meina það. Ég er ekki að segja að sé kannski ekki eitthvað öðru sér birtingamyndir af henni annar staðar, en ég finn mjög sterkt fyrir þessu hér. Að það og þeir sem hafa komið eins og úr Bandaríkjunum hérna, sem var að kenna okkur þetta sínum tíma, hún talaði þetta og eins og segja, þetta var svona mjög sterk upplifun að fara annað og maður ofta upplifir svona eins frjálsari, byrja af hverju minni hérðhegðun? Já, og bara við erum minna að pæla í hvað öðrum finnst okkur en sem segir okkur að við erum mikið að pæla í því hér. Því meðvirkni svolítið það að hafa áhyggjur hvað annar gæti vera að hugsa mig 100%. Það mjög stór hluti af meðvirkninni, það að vera í rauninni andlega fjarverandi sjálfum sér, þú ert inn í hausnum á öðru fólki, þú ert að lesa í fas og hvað þú heldur að þau hugsi og eins og ég segi ofta ef þú veist ekki alveg hver þú ert þá ert þú það sem þú heldur að aðrir haldi að þú sést. Það að segja að þú hittir fólk og þú heldur að það haldi eitthvað þig og þú fer að endurspegla það og hérna já, ég held að þetta sé alveg gríð og ég meina við vitum það bara, hérna það bara þannig, það einhvern veginn, það fæ sér einn hjólísi og allt í einu bara eru öll hjólísi uppselt bara mörg ár í röð. Við einhvern veginn erum svo mikið, þú veist, maður sér þetta bara út allt, þú veist, það verður eitthvað flík eitthvað og það allir í því eða, þú veist, við erum að elta hvort annað. Það lífsgæða kapphlaup einhvern veginn. Það bæði lífsgæða kapphlaupið og líka við viljum ekki vera útundan, ekki vera öðruvísi. Og hérna, við verðum að passa inn í þetta þannig að fari nú enginn að gera grínað okkur eða eitthvað, við erum svo hrætt þú erum ekki að vera við sjálf. Ég upplifði þetta rosalega sterkt, ég held ég var eins og sagt frá svo áður, fyrsta skipti sem ég kom til New York þá stóð ég bara einhverju torgi og var að horfa á, ég hef aldrei séð svona fjölbreytt bara mannhaf og það var enginn spá í mér og þá fattar maður bara, hvað er þetta grínast af hverju maður eitthvað að spá í hverju ég eða skilur bara það voru einhverju munkar að gera tai chi og svo voru einhverju bleikt hár á línuskautum og svo var einhver bara alls konar fólk þetta svo geggjað það vantar þetta hér Já, það mætti alveg koma meira af þessu og þá komum við aftur að kvatvísinni og þetta með bara að leika sér og vera meira bara, þú veist, við erum oft bara svona hneykslust af fólki sem eitthvað svona fíblalegt eitthvað og eins og ég segi þetta munur á því að vera, þú veist, shit-ess og að vera kannski særandi og allt það en að vera að leika sér og hafa gaman og njóta og meiri gleði í lífinu. Meiri gleði og vera ekki svona alveg öll saman þjöppuð að pæli hvað öðrum finnst okkur, En við byrjuðum nú þáttina því að tala hversu alvarlegt fyrir bara meðvirknin og þannig erum við kannski einmitt komin að kjarnanum með þetta. Þetta að hafa áhrif á allan skrokkin okkar og taugakerfið og lífið okkar og hugsanir þegar við erum þannig. Mér fannst svo gaman, þú talar einhvern tímann að hreyfing væri svo mikilvæg eða bara líkamleg útrás í sjálfsvinnu. Af hverju það? Já, það nú bara þannig að hugurinn okkar, hann skilur í raunin ekki áföll og tilfinningar. Þegar þú verður fyrir áfalli, þá gerist svo margt í taugakerfinu sem að hausinn á þeir ekki að fara að leysa. En við erum svo ofta að reyna að leysa hlutina í hausnum á okkur. Við erum að tala fá eitthvað rök einmitt og upplýsingar og eitthvað svoleiðis, en þetta situr í kerfinu og þá þarf að losa það þaðan. Tilfinningar eru orka. Og þær þurfa að eiga að fara í eitthvað farveg. Ef þær gera það ekki, þá festast þær. Og eins og Gabor Maté segir nú til dæmis að áföll ekki það sem gerist, heldur það sem gerist innra með þér. Og það bara mjög mikið það að fólk með fullt af uppsafnaðri orku, alls konar dóti og drastli og uppgerðum málum innra með sér. Og þú leysir það ekki með því að bara tala eða lesa eða heyra eitthvað upplýsingar og fatta eitthvað. Það getur auðvitað að vera stundu þannig að maður fá svona aha moment og eitthvað alveg, þú veist, losni. Engi spurning, en mjög ofta það þannig að það þarf að vinna líka með líkamann. Og
og það til dæmis eins og ég var að lýsa á þessir öndunatímar að það þessi nálgun til dæmi sem að þar notuð svona sematísk, það verið að vinna líka með líkamann og punta og annað þess áttar og ákveðna hreyfingar sem að eru þá að losa orku út á réttum stað, á réttum tíma í öruggu umhverfi og það bara engin spurning að það að hjálpa. Mjög mikilvægt. Já. Og þarna tengist þetta með heilsunni, sko. En svo náttúrulega hefur þetta líka öfu áhrif að meðvirkni getur haft sko neikvæð áhrif að því þetta oft stjórnleysi og öfgar. Þannig að meðvirknin hefur neikvæð áhrif á heilsuna og svo getum við gert alls konar með hreyfingu og þetta til að hafa þá jákvæð áhrif á meðvirknina. Já. Er það ekki? Já, ég meina það alveg klárt mála, þú veist, ef að ég tökum bara sem dæmi, ef ég bara lítill í mér og sjálfsvirði mitt ekki sterkt og ég fer í ræktina og fæ smá bísepp eða maga eða eitthvað, eða sé bara einmitt einhver rosa vinsæll með rosa flotta magavöðu og þá get ég einmitt verið knúin áfram af því að bara ef ég fæ magavöðu þá er ég að laga þennan sársauka, þetta tómarúm, þetta vandamál innra með mér að mér finnst ég ekki nóg. Er það þá þetta ytra og innra viðriði? Já, þá er bara að sækja í það að líta vel út á við og það er allt í góðu með það, en ef þú ert ekki að því fyrir þig, þá ertu bara í vanda af því að það er alltaf ykkur með stærri magavöðva og lyftir meira í bekk. Þú veist, það er aldrei neitt nóg í ytra verðinu. Já, þú getur fengið bara, það er allir með hjólís við keyptum okkar hjólís alveg geðveikt og svo kemur með það heim og allir ánæðir en svo kemur nágrann allt í einu með, þú veist, alveg nýjustu, það er svona straumlínu laga með svoleiðis rúðu yfir allt þakið það er 4 hjól aftan á því og eitthvað 2 öxladæmi og eitthvað og þú veist, þá er þitt allt í einu bara ekkert merkilegt, sko. Þú veist, þá dugir það ekki ef að það er það sem þú varst að reyna að nota til þess að næra þetta virðið þitt. Það er munurinn á sjálfsvirði og ytra virði. Sjálfsvirði kemur innanfrá, það byggir á sjálfinu. Sjálfið er innra með okkur og þaðan verður það að koma. Ef það er hins vegar ekki í lagi þar, þá reynum við að sækja það utanfrá í þetta ytra virði og þar er aldrei neitt nóg. Það er endalaust kapplaup. Hvernig aukum við innra virði okkar? Já, ég held að ég hafi nú svona kannski komið inn á það áðan. Það er þetta að staldra við og bara að þetta þú veist, kannski ykkur sem bara aftur, kannski heyrir eitthvað á bara svona ding, detturinn, en fyrir marga hefur þetta þýtt svona meiri vinnu og samtöl og pælingar, en það að einmitt að stoppa og bara skynja og tengja við sig, hver er ég og ná að fara í gegnum einhvern veginn meysið eða móðuna af öllum upplýsingunum að þú sést svona og hinsegin og jafnvel ekki góður eða vesen eða hafi klúðrað eða hvaða mistök sem þú hefur gert í gegnum tíðina sem þú er kannski að draga með þér og skammast þín fyrir og myndi aldrei bíða þess bætur að þér finnst. Það er einhvern veginn að komast í gegnum þetta í rauninni þessa þoku og yfir í að bara þykja vænt þig og finna raunverulegt virðið þetta því að við fæðumst óendanlega verðmætt. Það er bara staðrind. Það er allir sammála því að pínulítið barn er óendanlega verðmætt. En það eru mjög margir fullorðnir sem eru sammála því að þeir eru ekki að upplifa það dagstaglega, þannig að einhvers staðar hafa þessar upplýsingar tapast á leiðinni. Þannig að það að svona staldra við og bara ná að draga inn andan og tengjast svona sér og einmitt eins og ég nefndi á þann og svona gera það sem er rétt fyrir mann. Veita tilfinningunum heilbrigðan farveg. Já, og bara vera góður við sig. Þú veist, það getur verið bara, heyrðu, ég ætla ekki að fara í matabóðið páskana sem að ég bara finna, þú veist, það er bara alltaf vont að fara þangað. Það er alltaf verið að tala illa til mín eða koma illa fram við mig eða eitthvað, þú veist, það getur verið svona ákvarðanir eða bara, heyrðu, ég ætla láta verða að því að ganga Jakobsveginn alltaf dreymt eða ég ætla að skrá mig á myndlista námskeið, mér er alltaf langað að mála þú veist, þú ert að gera eitthvað fyrir þig og svona bara staðin fyrir að vera alltaf á einhvern veginn þönum að reyna að gera okkur hinn ánægð af því að, veistu hvað, þú mynd aldrei ná því. Það er alveg magnað og ég lært svo mikið af því að hlýtum að halda fyrirlestra. Það er ótrúlega algengt að maður er með fyrirlestur
og ég reyni að útskýra eitthvað alveg svakalega nákvæmlega út frá einhverjum hliðum. Það er eiginlega undantekningarlaust. Það kemur einhver spurning frá einhverjum sem að fær mig til að hugsa, vá, hvernig var hægt að miskilja þetta? Okay, já. Eða þú veist, eða skilurðu, eða bara, já, eins og ég sagði 17 sinnum, þá er það eitthvað svona, þú veist, og bara, ég er bara að segja, þú getur ekki einhvern veginn uppfyllt þarfir allra eða haldið öllum ánægðum og þú átt ekki að vera rembast við það. Gerðu þig ánægða, gerðu það sem er gott fyrir þig, og þetta er ekki sagt já, verður bara eigingjörn og ömuleg við okkur hinn, nei, en það má oft gera betur þarna að hlúa að okkar eigin þörfum og löngunum og finna svona að við erum við bara þurfum ekkert á viðurkenningu og einhvern veginn athygli annara að halda, við erum fullorðið fólk, við verðum bara alveg og við getum bara alveg, þú veist, séðum okkur og svo gefum við frá okkur frá þeim stað. Kannski ein spurning í lokin, við erum bara að rosa gott spjall hérna, en sko, það sem mér finnst svo áhugavert, að því þetta er svo fín lína, þú veist, að vera bara góðmennska og svo meðvirkni. Já. Hvernig getur maður vita skilin? Já, það er nú stutt og laggott svar við þessu. Þessi spurning kemur mjög oft upp. Hver er munurinn á góðmennsku og meðvirkni? Svarið er annað gefið þér orku og hitt tekur hana. Það er bara þannig. Þess vegna getur þú í rauninni aldrei dæmt meðvirkni hjá öðrum, bara hjá sjálfum þér. Af því að ykkur getur verið að gera eitthvað sem þér finnst vera rosaleg meðvirkni, en ef það er að næra viðkomandi manneskju, hann langar bara innilega að gera þetta, þá er hún ekki meðvirk. Akkurat. Ég get tekið dæmi. Já, endilega. Segjum bara, tökum eitthvað svona öfgafullt. Segjum bara að þú kæmir heim til mín í kaffi og þekkir mig kannski lítið eða ekki eða whatever og það lappar inn unglingur, tökum það bara. Hann er bara tötralega klæddur og illa lyktandi og þú finnur eitthvað svona kunnulega lykta jónum og eitthvað og hann segir, heyrðu pabbi, þú gefur mig 10 skall, ég er að kaupa bækur. Þú fer strax að hugsa bara hvaða rugl, hann er ekki að kaupa neina bók þessi og vona að láta hann ekki fá peningin, ég er bara heyrt það að þú átt ekki að, þú veist, þú átt að setja mörk, þú átt ekki bara að reka hann út og það er best fyrir hann að rekast á sjálfa sig og ég meina, þú ert að láta hann fá pening, þú ert bara að fara að fjármagna neyslu, veist það. Ef ég tek 10 skallin upp úr vasanum og gefa hann, er ég þá meðvirkur? Ég skal bara svara þessu fyrir því strax. Þetta er svona trikk spurning, en með það sem ég var að segja þann, þú veist það bara ekkert. Kannski er ég bara búin að fara í gegnum það, ömulegar aðstæður, hryllilegar aðstæður og allir vita það sem að hafa það reynt. Þetta eru sennilega með svona verstu aðstæðum sem fólk lendir í. Ef ég er bara búin að fara í gegnum þetta algjörlega hjá sjálfum mér og það er bara mín niðurstaða að ég ætla að sýna honum þann stuðning sem ég get og ég ætla ekki að neita honum pening ef hann biður mig hann. Og þannig líður mér bara eins og ég sé þó allavega að tengjast honum og veit honum eitthvað og ég geri það með glöðugeði þrátt fyrir erfiðar aðstæður, þá er ég ekkert meðvirkur. En ef ég var búin að ákveða að ég ætla ekki að, þú veist, ég bara þólit ekki, vil ekki fjármagna og ég er búin að segja honum ég ætla ekki að láta hann fá pening og segja honum að vera ekki að biðja hann og þetta er bara allt þetta, en læta hann samt fá, já, þá er ég meðvirkur. Þannig að sko að því svo getum við endalaust verið að rökræða hvað er rétt, sko. Ég meina, ef ég læt hann ekki fá peningin, er hann þá að fara að brjótast inn hjá þér? Þú veist, hvað er allar að vera, þú veist, það er allir með eitthvað skoðanir á þessu og ég þekki nú þennan vettvang mjög vel, það er að segja áfengis og vímu röskunar málinu öll, en þú veist, þetta er bara svona, ég man alveg mjög vel eftir einni sem að var einhvern veginn fórnaði bara sér að öllum fannst fyrir aldraða móður sína kom með Alzheimer og bara, þú veist, það bara, hún gæti alltaf seint vinnu og þetta var einhvern veginn alltaf hlaupandi til og þú veist, þetta virtist einhvern veginn svo tilgangslaust og að því að svo var bara svona framkoma hegðun innum meginn frá þannig að þú veist, fólk var bara svona hvað þetta, þú veist, þetta er svo mikið meðvirkni. En ég veit að manneskjan bara elskaði að fá að gera þetta. Það er ekki meðvirkni. Þannig að það er þetta. Annað gefið þér orku og hitt tekur hana.
þá finnst mér kannski eitt svolítið áhugaverð pæling að því að hótelmamma eða hótelpabbi, það er náttúrulega, við getum búið til meðvirkni hjá einstaklingnum ef hann verður of háður okkur, Já. að því að við gerum bara allt fyrir viðkomandi. Já, En, já, en er þá viðkomandi kannski ekki endilega meðvirkur að því honum finnst svo gaman að gera þetta, ef þetta væri þannig. já, ég meina það er Svolítið. þetta möguleiki, en það er samt svona ákveðnir hlutir og ég kannski kom ekki almennilega inn á það, varandi grunn eiginleikan okkar, en það er þetta með einmitt að vera háð og þar er einmitt öfgarnar. Annars vegar komum við út í lífið algjörlega óháð öðrum, af því við höfum lært að það er enginn sinnt einhvern veginn þörfum okkar og löngunum og þá bara verðum við að lifa þannig við þurfum ekki að neinum að halda. Þannig við þurfum bara að gera allt sjálf og einmitt bara helst að þurfa ekki neitt. Og erfitt með að tengsl þá kannski og... Já, algjörlega. Hinn möguleikin öfgarnir í hinn áttinni er einmitt að við komum of háð út í lífið. Að það hefur einmitt verið það sem kallast svona þroska þjófnaður hefur átt sér stað. Af því að það er síðan þannig og þá erum við komið bara í uppeldisfræði. Að það er mikilvægt fyrir okkur sem börn að einmitt, þú veist, ég meina lífið er alveg verkefni. Við þurfum að læra á réttum tíma og með réttum hætti að bera ábyrgð og að sinna einmitt þörfum okkar og lungunum eftir þeirri getu sem við höfum. Og ég stundum tekið svona sem í gríni dæmi eldgamla upplifun í mann þegar kom eitthvað tján kona til mín og ég breyti náttúrulega öllum sögum og aðstæðum þannig að þetta sé nú ekki rekjanlegt en kom eitthvað til mín kona alveg svona var sópað að henni þegar hún gekk inn í kápunni sinni og settist í sófan og var komið viðtalstíma og dæsir alveg svakalega og ég segi svona, já, hvað segirðu, góðan daginn, akkur er þú komin hingað og svona klassisk kannski opnuna spurning, hún segi, já, það er hann Friðbert minn, segir hún og ég tekka fram, hann hét ekki Friðbert og svo fer hún að lýsa þess já, hann bara einhvern veginn sinnir engu og tekur ekki til í herbygginu sínu og það er allt á rúastúi, ég er búin að setja inn körfur inn hjá honum, merkja það er hvítt og svart og litað þannig að hann getur nú sett þvottinn í þar og ég tek það svo og brýt þetta, þvæ þetta og brýt þetta saman og það þýðir ekkert að ég legg þetta á rúmið, það setja bara allt út allt og hann einhvern veginn bara hlýðir engu sem ég bið hann og gerir ekki nokkuð skapaðan hlut og er bara inn í tölvunni eitthvað og það átti að reka nú skólanum, ég menna hann bara var ekkert að mæta á skilaninn og ég bara vill svo vel til ég þekki bara rektor í skólanum og fór bara á fund og bara við sömdum bara ég lofa að keyra hann og koma, þú veist, hann tók aldrei bílpróf og ég eitthvað svona, já, hvað segirðu, hvað er hann gamall, hann Friðbert, já, hann er 28 og þú veist, þetta er svona, þetta er ótrúlega algengt að það eru svona einhverjir sem að telja sig og það er eitt af einkennum meðvirkahegðunar, það er að vera einarlega helgaður velferðannara. Það er að mér finnst ég bara, þú veist, ég er bara að láta gott að mig leiða, sko. Það er bara þessi manneskja kemst ekki af án mín eða bara heimurinn að núti eða bara börni mín eða fólki eða vatn yfir. Ég er alltaf að fórna mér. Það er bjargvætturinn. Hann er að fórna sér. Hann er svo mikið að bjarga öllum hinum og að því að þeir þurfa svo mikið á því að halda þó enginn sé að biðja um það. Jafnvel, veist, og er að gefa með óumbeðin ráð og nota rosa orku í þetta og verður síðan rosa píslavottur fyrir í mikla sjálfsorkuna því að sér enginn hvað hann er nú búin að leggja á sig en það bað hann kannski bara enginn það eða hann bjóð þetta ástand til sjálfur með því að ræna aðra aldrei á. Og þetta nærir hann ekki heldur? Nei, og svo er bakvið það er oft, veist, og það er alltaf eitthvað bakvið þetta. Af hverju þarftu að upplifa það að aðrir séu háðir þér? Það er að því að þú ert þá eitthvað vanærð eða vanærður sem að geta verið mjög margar ástæður fyrir og við getum líka tekið þetta inn í sambönd, þetta er mjög áhugavert að skoða í sambandi við samböndinu, ég á nú eftir að fara í gegnum þá þætti, það verður nú eitthvað bomban en það er svona love addiction, love avoidant fræðin í tengslu við meðvirknina en það er að mjög margir eða þess að þeir sem eru meðvirkir, þeir koma yfirleitt inn í samböndum með annarkvort mjög háðir og eru svona ástsjúkir, þurfa stöðugt að fá viðurkenningu og staðfestingu, það eru yfirleitt þeir sem hafa þá verið vanræktir og er alltaf að leita eftir athyglinni og eru alveg logandi sjúklega hrættir við að verða hafnað og reyna allt til þess að koma í veg fyrir þann sársauka. Hinn típan sem kemur þá inn í svona sambönd er einmitt bjargvættur sem að kann að bjarga svona mannesku sem þarf að heyra réttu hlutina og svona finna hún sér örugg eða öruggur og allt það. Og en bjargvætturinn einmitt hann er með stjórn. Hann tekur ákvarðanir og er með alls konar ráðleggingar og allt þetta. En verður síðan ógeðslega pirraður af því að hann upplifir þetta svo mikið álag, þetta er svo erfitt og þetta er svo alvarlegt, hann þarf alltaf að sjá allt
og upplifir maka sér svo háðan sér hann bara eins og enn eitt barnið eitthvað og sér ekki að hann býr þetta sjálfur með því að vera alltaf að stjórna. Þetta alveg, við skulum ekki fara lengra. Við getum örgulega talað í 2 tíma viðbót, sko, en mér langar bara að loka að hvetja alla til þess að sko, finna meðvirkni podcastið og gerast bara áskrifendur. Af því að þetta eitthvað sem ég veist að allir ég bara hlusta á. Já, takk fyrir það. Við bara tökum vel á móti öllu sem kom í hópin. Þetta ört svona vaxandi hópur, það áhugi fyrir þessu og við svo sem vissum það alveg. Höfum fundið það í gegnum árin og gerum okkar besta til þess að svona miðla þessu út frá ýmsum hliðum að þetta snertir bara allt lífið og við reynum líka að byggja þetta þannig upp að þetta sé til uppbyggingar síðan. Það svona ákveðin grunnur sem þarf að leggja og upplýsingar sem þarf að koma framfæri sem eru alveg svona svolítið þungi bitarmarkir en allt þetta nú svona hugsa þannig að þetta sé síðan til auðvitað uppbyggingar. Nýtt líf. Æðislegt. Bara takk fyrir að gefa þið tíma fyrir að koma og fræða okkur aðeins meðvirknina og hvað það hefur bara djúpstæð áhrif á okkur, líf okkar og heilsun okkar. Já, bara takk fyrir að gefa mér tækifæri til þess. Bara mín ánægja. Og bara gangi þér allt í haginn í þínum þáttum. Takk herlega fyrir. Að lokum langar mig bara að minna á Instagramið, Heilsu Erla og Facebook-hópin sem heitir Með lífið í lúkunum hlaðvarp. En þar setjum við stundum inn eitthvað svona bak við tjöldin, setjum við jafnvel inn spurningar og þar má setja inn hugmyndir ef þeir eru með hugmyndir af viðmælendum. Og svo að sjálfsögðu langar mig líka að hvetja alla til þess að gefa hlaðvarpinu 5 stjörnur á Spotify eða Apple og það hjálpa mér alveg rosalega að fá fleiri digga hlustendur eins og ykkur og koma þessu frábæra efni á fleiri staði af því að þetta svo mikilvægur upplýsingar sem að fólki sem kemur til mín að segja okkur frá að ég bara vona sem allra flestir fá að njóta. Og ég segi bara þangað til næst, hafið það alveg svakalega gott.